Hvað að frétta? Ég var alltaf með míma sko. Bara upp á hægri minni. Því darbi! En því líka snjóbolti! Look, I am a robot. Now, Windrunner, attack! Witchdotterinn að slátra, þetta Ultrakill! Nei. Það að prófa að sokka upp í okkur hérna sko. Já, verið velkomin. Við tökum hérna móti ykkur í Kraftfjöldildinni 4. Ég heiti Bergur og með mér er Breki. Hæ. Það er hérna góð seríu í dag. Það er best of 3 á milli TDR og Órauðuhnakkana. Já. Við erum komin í seeder matches fyrir playoffs. Þannig að liðin keppa núna, efstu liðin og groupstage keppa að fá að velja sér andstæðinga úr hinum brakketnum og spila best of 3 seríur upp á það hver fara að byrja í upper bracket. Já. Þannig að það er nokkuð mikið á línunni. Þetta er svona auka sjans basically í playoffs. Einmitt, svona auka líf. Einmitt. Og hérna TDR voru lenti í öðru seti í sínum bracket. Tóku þarna seinasta leikinn í groupstaginu einmitt í seinustu lótunni sko. Tóku í rauninni erfiðasta leikinn í seinustu lótunni sem var Venus, sem móti Venus. Já. Og við vorum einmitt með hann live hérna fyrir nokkrum vikum og það var ansi brött brekka fyrir þá sko. Fór hérna, náðu ekki sigri í þeirri seríu, voru 2-0 af Venus, þannig að þeir fengu ekki að velja sér andstæðing, en þeir fá þá í rauninni þriðja sætið í bracket 1 sem er orðið. Já, var það þannig að þeir sem unnu sinn helming fær að velja en síðan er rest bara raðað. Já, í rauninni af því að það eru bara 4 lið í hverjum bracket. Nei, það voru 5 held ég í hverjum bracket og neðsta dettur út og þá fær efsta liðið sem vinnur bracketið að velja milli 2 3. og 4. sætis í hinnum hérna hópnum. Já. Þannig að Venus valdi sér Snorri Dörgana sem eru stigalausir svo farið þessu móti. Eru ekki búin að alveg svona mæta hingað til. Þeir eiga leikinn svona móti Venus á mánudaginn og við vonumst til að þeir náðu svona að finna sína fótfestu aðeins í mótinu þó að sé ansi erfiðu biti að taka Venus í best of 3 upp á placement. En TDR fá Órauðuhnakkana og þessi lið þekkjast alveg sko. Það er eitthvað history. Það er history sko. Nú Órauðuhnakkanir kepptu sem Kitty Curry í litlu Kraftfjöldildinni. Þá var einmitt LeBron Helgi sem er Curry-spilari TDR að kótsa á. Þannig að þeir mæta núna kótsinu sínum í best of 3 seríu sko. Já. Og þú veist, við þetta er það sama og gerist sko í leiknum ég er að fara með nátt mál. Leikurinn sem er á mánudaginn er Snorri á móti Next Level Gaming. Já, þetta ásækja þetta. Venus spilaði sinnileika á móti þeir eru búin að spila sinnileika. Ég man ekki alveg hverjum þeir voru á móti. Nei, það kemur. En allavega, já, við erum með þetta coach matchup. Þannig að þú veist, það væntanlega svona inherently eitthvað smá advantage fyrir coachin. Myndum við ekki segja það? Jú, það er yfirleitt þannig, þú veist. Já, hann er búin að kenna sína þekkingu og þá, veist, hann nokkuð veit hvað þeir vita. Þannig að það er með smá hann ætti svona að þekkja allavega styrkleikana þeirra og svona, þú veist, geta navigera svolítið vel sko draftið og svona. LeBron hins vegar hann er ekki drafterinn sko, þannig er alveg spurning hvort að slang hlusta á hann sko. Þú veist, maður veit ekki. En TDR eru búin að vera ansi sterkt lið hingað til, þú veist, þetta er svolítið svona, þú veist, ég myndi segja að þetta lið, þú veist, ég myndi segja að veri fair að tala bara TDR lestina sko. Já. Og þú veist, Venus náði svona að stöðana frá því fara bara á stað sko, en þeir eru rosa impressive þegar þeir komast á skrið sko. Og þú veist, ég myndi segja að þetta væri svona sterkasta momentumlið í mótinu. Já, klálega. Að þú veist, þegar þeir komast í gang og eru með eitthvað advantage þá bara, þú veist, erfitt að ná því tilbaka. Já. Þeir ná að nýta það mjög vel. Já. Allan ég sé einhverju leiki og það er bara nákvæmlega eins og segir, liðið komið að stað
búin að finna eitthvað momentum, það er mjög erfitt að ná því tilbaka. Einmitt. Og þú veist, þetta er alveg, þú veist, þetta er hægra samt gert sko, því þú þarft að spila mjög svona, já, þú veist, þú þarft að vera góður í að overextenda ekki, þú veist, gefa ekki tilbaka advantage sko. Já. Og þessir spilarar eru mjög góðir í því og þetta er náttúrulega, já, þetta snýst svona slöng, náttúrulega. Hann er liðstjórinn í þessu liði og er svona búinn að vera, þú veist, hann er efst rankaðasti liðsmaðurinn samkvæmt Strat í mótinu, sko. Já. Hann er með hæsta imp-skorið af öllum leikmönnum með 8 leiki, average plus 16 imp-skor og hérna, það er svolítið áhugavert að skoða, sko, statistíkana, hvernig, hérna, Strat rankar þetta lið, sko, því að Slöng er efstur á öllum í mótinu. Næst kemur Pollurinn í 9. sæti, þannig að það eru liðsmenn úr sko hinum toppliðunum. Já. Chromium, Crazy Leprechaun, Impmundur, Trummy og fleiri þannig á milli. Þannig að supportarnir 2 eru efstir. Ég fíla það. Já, einmitt. Þú hefur nú verið drúgur hérna með Gyro 5-una þína og svona í fortíðinni. Supportar geta verið flashy, við höfum alveg komist að því. Já. Og svo koma sko Brummi og Hundur ekkert fyrir í 14. og 15. sæti og LeBron eitthvað aðeins neðar, þannig að þú veist, mér finnst að sína smá svona með þetta lið, þú veist, að þeir eru ekki að spila, þú veist, það er ekki eins og til dæmis, eins og allt og heimskir spila mjög mikið út frá karriérinu sinum. Þeir eru með karriér sem eru bara markmiðir að koma inn í leikinn og hann í góðan leik. Já. Þetta lið er bara alltaf supportin sinn. Já, ég veit. Hann er svo mikill playmaker, sérstaklega með hérna klokkinn sinn, skilur, með hérna hook, svona initiator. Algjörlega. Það er líka skemmtilegt með þetta imp-skor, það er hægt að lesa svona alls konar í og ég hef mér tekið eftir því að veist, það er ekkert öll lið með góð average imp-skor og þá, veist, mér finnst alveg svo að segja að þá er liðin meira að spila saman heldur en út frá einhverjum einum eða 2 leikmönnum eða þá hver og einn er að svolítið að spila upp á veist, að fá besta farminn eða whatever, þannig að meira svona samspil á milli spilara. Já, allavega einmitt. Það er definitílega ekki þannig að sko, þú þarft meira heldur en sko, ég þekki ekki alveg formúluna með þetta, en þú þarft definitílega meira en bara gott KTA sko. Já. Því að, þú veist, einmitt, það eru spilarina sem eru bara mjög solid, þú veist, starta á okkurum heitum, en eru samt bara að fá mjög normal skor sko, bara 0 eða eitthvað, plus 1 sko, og hérna, eru kannski dauðalausir í sigurleikin og fá plus 1 skilur, þannig að það er gaman að, já, við þurfum aðeins að, hérna, sjá hvort við finnum ekki reikniformúluna fyrir þetta. Þetta er skemmtilegt að grúska í þessum stöttum, sko. Já, algjörlega. Það er ekkert að fara endalaust eitthvað, tala um allt og... Við erum byrjaðar í draftinu hérna. Það eru komnar 2 heitur á borðið. Það er Bristolback fyrir Óruðunakkan og Darkwill og Opener fyrir TTR. Já. Áhugavert. Óruðunakkan taka út Clock, Doktor, Magnus, Zakiro. Já. Þetta er svona allt hetjur sem TTR er að spila mikið. Einmitt, Magnusinn hjá, þetta er náttúrulega Slöngburn hann á 3 sko og svo Magnus hans Hjalta Hund sem að hérna átti þetta mjög erfiðan leik á móti Venus en það var nú kannski ekki honum að kenna, það var bara mjög flókin leikur fyrir Magnus. Já. Magnus hefur verið svona, Magnus er held ég góð hetju fyrir þá sko, góð hetju til að svona extenda advantage, góður í að sækja, þú veist, breyka eitthvað svona formation sko. Þannig að, já, þetta er áhugavert, taka út hætinast líka. Já, það er svona banna hetju sem er svolítið svona geta snúið við teamfights léttilega, sem einu ulti og svona svolítið stund af fightum. Þið vilja það alls ekki, greinilega. Já, það er örugglega fínt fyrir Óruðunakkana einmitt að sko, að reyna að fá sterkari teamfight composition heldur en TTR. Þú veist, ég held að það sé alltaf styrkleiki ef þú ert að búast við að vera mögulega á afturfæturum eða þurfa að gera eitthvað comeback, að þú veist, geta verið með sterkara teamfight line-upi sko. Og TTR er ekkert að setja upp fyrir eitthvað crazy combo hérna með þessum Willow opener, þannig að... Nei, einmitt. Það er líka þeir eru að banna meira bara svona þæginda hetjur fyrir Óruðunakkana. Einmitt. Kemur Rasta, ok. Rasta er setur sem hann er svona rísandi hetja í þessum patsi. Greinilegt að Óruðunakkanar eru að fylgjast með svona hvað hetjur eru metnar mikils núna. Heyrðu,
Þannig ekki með Pudgeon og Ringmaster, ok. Þetta, Vá. það var að vera að tala að það geti verið ný slöngandi hérna að debutera. Og ég búinn að sjá hann spila hann Ringmaster talsvert í pubum, sko, þannig að... Ok, við fáum að sjá. Já, Það eru veisla. þetta er veistla, nema, ég býst bara við, nema alltaf switch, ég held að þetta support-hitinu að Will og Ringmaster og Pudge offlane. Já, Offlane eða mid. ég veit. Ok, spennandi. Ok, já, geggjað. Pudge, Ég held að hann sé líka bara fínt svar við Shadow Shaman. Já. Með þessu lockdown sem Shamanin tekur Já. með sér, sko. hann er alltaf með tvo spil að breyka saklinn og svona, þannig að Já. Hann er mjög fínt. lifestyle kemur þarna. Ok, mjög svona tanky Já. line-up hjá orðunakkunum. Hérna, þessi Shadow Shaman líka. Mér finnst Aghanim's á honum æðislega skemmtilegur. Já, Sem getur sjaklað... já, þannig komið Já, til daganum. já. Hann getur sjaklað vin Já, og þá kúar hann alla í kring akkurat. sjaklu vinnin sinn. Einmitt. Þannig að- Já, það er svolítið töff. Já. Maður er ekki búinn að sjá þetta mikið enn sem kom með, en Nei. hérna, já. Það er ég er alltaf að fá svona YouTube recommendations. Mhm. Shadow Shaman, New Carry, eitthvað. Einmitt. Russia Aghanims og Blink og Akkurat. geggjað. Já, Þannig að- orðunakkunum að brenna talsum tíma hérna. Það er Já. komin mín í 10 sekundar reserve time. Já, þau eru bara 10 sekundur eftir. Og 2 pick og 2 bönn eftir. Já, Taka ekki væntanlega- mikill. Vents, já. Vend hérna, ok. Já, taka 5 eða... þetta er auðvitað fjarkja, ekki fyrir það. Þetta er auðvitað kittlíni að spila... Eða fítlíni eða Fítlíni, já. bólslíni eða hvað sem hann heitir. Eitthvað líni. Hérna, Já, þetta er Annius Shadow Shaman, væntanlega. ég veit. Já, hann er mikið Shadow Shaman spilari. Hann tekur það mikið í pubs og hann hæsta pikka hitja. Ok, þannig ekki með reist og ég myndi segja að hvort liðið með eitthvað svona sérstaklega mikið teamfight hérna, en Já, þetta er mjög þeir eru svolítið að reyna að countera hvort aðran. Þeir taka, þú veist, lifestyle-unum mútið Pudgeonum og núna kemur reist og vendanlega alltaf einmitt leiðin mútið Bristleback. Já, Einu af hitunum sem er svona frekar þægilegt að spila á móti Bristleback í leininu, sko. Af því að, þú veist, þetta er einu af hitunum sem getur ekki bara drepið hann, þú veist, hlupið hann niður með linkinum að drepið hann, sko. já. Þannig að, já, ég veit ekki alveg, sko, lifestyle hljómar vel inn svona þýri á móti Pudge, sko, en ég velti fyrir mér hvernig þetta lane er samt fyrir hana, því að lifestyle hefur ekki verið sterkasti lanerinn svona seinustu Pudge-ana, sko, Nei, ég veit. þó hann sé mjög fýtt carry, sko, þegar hann kemst inn í leikin, en Pudge náttúrulega er frekar góður á laneinu með mikið auto-attack og Já, ég held líka, veist, að lifestyle-in hann er ekkert með mikið kill potential á lanes og hann er frekar í að bara Já. vilja farma og fá XP einmitt, frekar en að reyna að ná einhvern kills. akkurat. Já, er þetta offlane Pudge? Getur verið að Brummi geti tekið Pudgein, sko, Já, líka, en ég myndi segja að Pudge sé svona þriðja besta hetjan að sjálta í þessu móti, sko. Hann er búinn að spila Magnus, Pudge, Tide, svolítið, sko, já, og hann er virkilega góð Pudge, sko. Hann er alveg mjög, ég var bara að spila með hann í gærkvöldi, sko. Hann spila Pudge fjarka og alveg gjörsamlega ónaði leinu mitt, sko. já, En, já, þeir banna báður mitt-heitir út. TTR vill ekki fá Viper að Sniper, eitthvað svona long range hitjur sem er auðvitað close distance á. já. Þetta er alveg sniðu bönn, sko. Við veit algjörlega hvað við vilja gera. Bæði liðin, finnst mér, Já, með þessu bönns. þetta er svona lukkar aðeins opnara fyrir TTR. Þeir taka nú lastbyggið og sína eftirlega hvort að held að þetta ekki bara bruma heitinu hér, sko. Já, Þetta þurfa að peika eitthvað sem að Cromwell getur ekki auðvitað counterpeikað. Ég held að, einmitt, ég var að tala um þetta í sensta með þetta. Ég held að Cromwell þurfi svolítið að vera með, sko, svona tempo controlling helst initiator heitir, sko. já. Og sérstaklega þegar þeir eru með Bristolin og offline, sko, þá Vantar svolítið initiate. já, Já, algjörlega. þú veist, Tinyin gæti verið svolítið þægileg, sko, en En þá þarf eiginlega Blink bara sem fyrst og mjög Já. erfitt að gera eitthvað með, ef við taka Tiny þar að segja. já,
Pakk hefði verið gott, finnst mér, þú veist. Já, pakk En- hefði alveg verið þægilegt þannig að finna Já. það. Lítið lockdown frá TTR. Er Þeir Pango taka sjálfur. laus? Já, Pango er Pango er laus. opinn sko, Já. það geti alveg verið hittið hérna, actually. Það lukkar alveg fyrir eitthvað óþægilegt fyrir TTR og til og við Pango sko. Já, það fyrir kannski eftir hvað TTR pikka, Mitt, en eða Já. pikka eitthvað svona punishing hitju sko, þá... En ef þið pikka eitthvað svona Ember núna til dæmis, þá geti Pango bara verið mjög næs. Taka já, Fury, fyrir, ok. já, Já, og þetta er líklega Brummi Furyinn mitt. já, Ok, Pango geti alveg samt ennþá verið hittið hérna sko. Ég þekki ekki alveg þessar myndmassum. Það er Shaker, Ó. þetta er líka gott. já, ég er að fíla þetta. Já, þetta er bara mjög solid held ég. Ég held að það sé erfitt fyrir það ætti að vera erfitt fyrir Furyinn að pulja hann út sko, en þetta er samt Brummi Furyinn sko. Það getur Já. verið mjög hættulegt að gefa honum þessar lane bully hittir af því að hann er bara ógeðslega sterkur í laner. Bara örugglega einn öflugasti millininn myndi ég segja sko í þessu móti. Hann er líka bara ofgóður, sko. Já. En já, þannig höfum við loka line-upin. Þetta er Bristle og Vengeful top lane, QT lagstilin með Shaman á botlinni og Cromwell Shaker mid. Já. Alveg svona nokkur vel rounded line-up hjá óreynokkunum. Þeir eru með þess að svona svamphetju hana á offlininu til að sóka damage. Og svo tanki lagstili Curry og Shaker til að vera svona playmaker. Já, þetta er mjög tanki line-up hjá báðum liðum, Já. finnst mér. Mörg stun hjá óreynokkunum sko. Já, TT er með aðeins svona óvinnilega line-up en alveg svona, þú veist, jú, þetta er allavega lukkar eins og mjög sterk lane séðan, sko. Eina sem að geti verið eitthvað erfitt er kannski Pudge Willow, en þú veist, það hljómar samt alveg helviti sterkt á móti Shaman lifestealer, sko. já, ég held að offline, eða satt safe-line hjá hnökkunum getur verið svolítið Já, erfitt, einmitt. einmitt. Út að lifestealer er ekkit, já, hann þarf eiginlega bara farm. já, Það er svona þannig hitja Einmitt. til að komast einhverða staða. Shaman geti alveg verið döðans matur á móti þessum króki, sko. Já, einmitt. Ef að verið húkaðir þá mjög líklega hann sé bara dauður. Út að Dark Willow er með svo mikið damage líka. Einmitt, Bæði með Brambles og síðan Shadow Realmin. akkurat. Það er alveg... Og hann getur líka sett upp fyrir húkin með stönnunni, einu sínu. Já, algjörlega. Að setja það bara út, stönnar og síðan bara hann húkar. Þannig að þetta er alveg, einmitt, Þetta gott getur- lane fyrir TTR. Geti verið tricky, sko. Og líka mér getið decide á þessu botlane, sko. Og reyndar líka þá er, þú veist, safe lane er að lukkar helviti sterkt, sko. Ringmaster Razor á móti Vengeful og Bristle, þú veist, þeir opna náttúrulega á Bristle. Þannig að ég velti fyrir mér hvort að, sko, þegar að fólk opnar Bristle, þá myndi ég halda að þeir væri með eitthvað svona plan B, sko, með að stakka Ancients og svona. Þú veist, að því það náttúrulega er ekkert mál fyrir, eða þú veist, það er alveg doable að, þú veist, þú getur ekki gengið að því vísu að hann fái gott lane, sko, eða firstbreaker-hann. Já. Þannig að kannski hugsaði bara, ok, Vengeful er góð að stakka, þú veist, og við getum alltaf komið, hann var ógeggjaður. Já, geðveikt var þarna, setja upp Vá. fyrir húkin. Ok, það er, já, Þetta er first blood. ég held að TT Lestin sé að löða að stað, sko. Myndu 0. Hvaða fucking move er þetta, maður? Finnst það Ward þarna, holy. Já, Þetta er alveg verið nörda. þetta er æft, maður sér það, þetta er æft. Já, reynilega, sko. Menn eru svita á efrivörinni eftir að hafa verið raskildir af vinnu svona í senstu viku, sko. Búin að rífa sig í gang. Já, heldur betur. Við elskum að sjá þetta, sko. Er þetta báðir Wardarnir að... Já, Já, wow. þetta er bara control á junglinu. Já, þetta Bara strax. mjög aggressiv og Já, vilja vantanlega fæta meira en þeir eru allir mættir. Já, þessi Shaman er dauðans matur, sko. já, Þetta... frekar. Já, það fellur. Ok, 2-0. Áður en að kemur spóna. Ok, Hannes alltaf til næja rúnu kannski, nei. Hann tekur hérna, já, hann tekur orbið, eða hérna, ekki Orb of Corrosion, Blightstone, lögleitt. já. Þannig að búlja sigurinn. Hefur við séð Ringmaster áður? Já, Doomsday var með debuteringu á Ringmaster í
mótinu. Hann var fyrsti Íslendingur til að spila þess að heiti official leik. Svo Snorri, okkar kæri production meistari, búinn að spila nokkra ringmasterleiki held ég. Já. Þannig að það búið að vera ykkur pick sko. Virkar eins og ágætt hitið sko. Já. Það lane byrjar ágætlega hérna á miðinu. Við það góð á Arnius aftur. Hann í klandri. Fokkar dótið. Blóðmenn flýgur. Wow, ok. Ekki alveg hvernig þetta gerist en... Já, það byrjar að sína sig þetta lane sko. Já, byrjar rough bara frá startinu sko. Þetta náttúrulega tvær hitjur með mjög góða svona starts. Spill og touch. Já, algjörlega. Góður í bara... Þið geta bara lamið. Já, treyta og svona. Millin alltaf byrja ágætlega fyrir Cromwell, hann næri einmitt að íta Brumma bara, hann var búinn að setja Linn bara inn í turnin sem fínt til að byrja með sko. Þú vilt gera þetta lane skrítið sko því að ef þetta static þá nær fjörurinn að það sem smikið en það góð hérna á húruna. Hvítlínin gæti verið í klandrisand, það plass sem vildi eftir. Eitt að vera með nóg, býtu, hann hoppar. Hann með stönn. Já, hann lifir þetta rétt svo, ok, nice. Náttúrulega ekki mest að damage heimi á level 2 fyrir Razorinn sko, en gæti verið í klandriðan hann snýr við. Hann stundið nær. Já, að fara aftur í lane með 50% HP er... Já, maður þarf að vera mjög proaktiv í þessu lane með að kaupa regen og vera ekki átreitað sko. Sérstaklega á móti þessu liði bara sko, þeir vilja fæta þig bara eins mikið. Já, og líka gott lið, þeir eru góðir í að setja upp kills og líka ef þið sjá svona potential í kill að þeir bara taka það strax. Já, algjörlega, þeir eru fljótir að punisha, fljótir að punisha. Já. Og þeir eru búin að fá leiðin hérna alveg aftur þannig að það er svona smá okkur fyrir Örtusvinnið að koma inn sko, þeir geta eldan alveg lengst niður leinið. Ja, ég held að þeir ætti að byrja bara aðeins að, þú veist, leiða Brislun bara eitthvað að hlaupa í hringinn á topp og láta Vengin hérna bara einsindan að stakka á. Já, byrja bara að stakka á strax. Já. Leiða Brislun að fá levels líka til að svo hann getur tekið það. Tekur mitt Seeing Red, þannig að hann ekki að spila upp á hórið, sko. Hann ætlar að vera karriðismur, ætlar að gera mikið damage með kvillunum og... Já, Arnius, hann með Sakul, 100 að koma. Stingdu hérna. Já. En 100 low, gæti fengið kill með Lakути, ef hann að hlaupa niður, það eru kills. Hann með wand, já. Double kill á topplinni, topplinni. Húi bara alltaf. Hokkarinn tilbaka. Vá, sveitt treytin á botninu fyrir TDR maður, Jésús. En einmitt, á meðan þetta gerist, það var double kill top. Já, þetta toppline ekki að ganga vel fyrir orðiðarrakkana sko. Þeir verða aðeins að reyna gera eitthvað nýtt. Já, ég held bara, þú veist, já, nákvæmlega. Þú veist, þeir eru með opið pullin og þetta fínt sko, en það bara allt og röff fyrir að vera að fæta inn í Razor Ringmaster. Já. Sérstaklega ef að slaggarinn á að pulla leinið aftur, þú veist, ef að leinið hjá turninum, dagir turninum sko, þá er þetta bara mjög flókið. Ok, ég fá hérna heilgrípu til sín alveg, hérna. En núna mætti, að því að Brislun alveg safe hér sko, Vengin mætti bara vera núna búatleikur og staks. Hann ekki að gera nýtt, þannig sé ég sko. Nei, það ekkert killpotential held ég á Razorinn sko. Nei, allan ekki núna sko, svolítið behind í farm og levels. Já, líka bara, ef þeir ættu að fara í eitthvað aggressið þá hefði þeir verið betur að taka snottfasinn bara því að út af því að gefur meira mínusarmur sko. Já. Á snottið, þannig að... Já, með terror og húrið, já. Þú hefur alveg eitthvað möguleika með því sko, en alltaf... Það hefur verið gott call, held ég. Sérstaklega á Razorinn sko. Já. Og finna lifestylinn. Og væntanlega Arnius líka. Já, þessi... Steinduður saman maður, og hundurinn kominn vel í gang núna sko. Hvað er hann mikið af fjóra stakka. Þetta alveg drauma byrjun fyrir touchin sko. Stúran low, ok, hann ekki mikið damage samt á. Þannig að borgar sig að hafa hérna Seeing Red facetin, hann að gera mikið damage með kvillunum, passífu kvillunum sko. Já, mitt.
Það vantar bara levels að level 2. Það það eina sko. Þetta er að ná að stoppa reysorinn alveg smá sko. Já, allan ekki. Það spenna slengt með hílið hana. Já. Geta kannski snúið við. Það alltaf cooldownni. Já. Koma laukur hérna í lótspúlið, þannig að þú vilja kannski berjast fyrir það. Vertu sinni þá samt að hjálpa Venseldi, hann úr low til að ná að taka hann að fæta sjálfur. Túra. Já. Bílinn þetta Túra allar að reyna að drepa hann og þetta heldur frekar tæft. Hann þarf að snúa sér við til að fá prokkið. Hann mannfætar hann. Já. Hefði mögulega geta snúið sér við, já. Já, ef hann hefði fengið einhver prokk sá passið við sko. Já, hann var ekki að snúið sér við. Nei. Brummi aðeins með að taka fram úr hérna á miðinu og fær double damage sem er svolítið erfitt fyrir Shakerinn. Já, þetta er líka reynst á móti melee setup sko, það er alltaf smá tricky. Það er það sko, og slanginn er mættur hérna, hann ætlar að fæta fyrir Wisdom srænið. Þetta er slang 1-on-1 move hérna og ef að TNT fá 2 Wisdom sræn þá held ég að þessi early game sé bara frekar búinn fyrir fórunakana. Brummi góða tákninni, já. Með DD. Og þetta er svo góð tími til að rótira. Srænið er að spóna og Venge er bara, þeir fá 2 sræn og Wisdom og báðir supportarnir að fara að dinga level 6 á dagir. Og Venge er level 3, þetta er svo röff fyrir óruðunakana. Já. Guð minn almáttur. Svona eina leini sem er að ganga allt í lagi er mitt sko. Núna, já, Cromwell þarf sko heldur betur að koma með einhverja, þú veist 5 manna eitthvað sko. Já, púla eitthvað play út úr Rasvasan til að redda þessum örlíkjum sko. Við sjáum líka bara last hittin, allir koranir yfir á dagir og supportanir að fara að dinga level 6. Komir level 6 á pollinum og Ringmaster er örugglega stutt í hann líka. Hann er level 6 á undan pötsinum með því. Og Arneus, já, þetta er hann level 6 sko. Það er ekki sjans fyrir hann að lífa þetta sko. Þú veit, góðar hundinn. Hann með ult. Já, hann er alltaf bara með að tanka. Það er alveg með damage í það sko. Já. Vá maður. Við ná að chaina CC sitt saman. Þetta er svo feels bad man. Slögginn er að fá hjólið sem er huge spell til að fæta með sko. Já. Getur stoppa teamfights með því sko. Já, og bara gerir ógeðslega mikið damage sko. Já. Sér líka ef hann nær að staðsetja þannig að nær 2 hitjum til að horfa þannig að hann gerir meira damage út að festast inn í hérna. Já, þetta er mask á, hann fer í rotten mitt sem er áhugavert. Þetta er smá rotation þá, þetta blokk með creep. Já, hann með haste. Ganka Cromwell hann með haste. Já. Eins gott sko. Það er næst fyrir hann að fá eitthvað killkast í með þessu haste en hann leipur í base. Kannski týpar hann einhvert og reyna að setja eitthvað upp. Hann með level 6 líka, já. Nei, hann leipur hann og vill halda turninu sínum. Það er bara mjög riski fyrir hann líka að fara í eitthvað move sko, því að ef hann fer í move og allir mæta frá TDR og þeir drepa hann, þá, þú veist, þá er engin hetja hérna með góðan leik sko. Túra stingur. Hundurinn brjálaður er samt með, já, sælinsæður með rótt. Það var að hugsa það hana. Þessi fyrsti Rotting Mitts leikurinn hérna sem við sjáum í kvartalíkunni. Frekar mikið mím það sitt held ég sko. Þetta hjól er ekki gott samt. Það er enginn að horfa á það. Nei, ekki að besta. Engine er samt bara dauðið hérna basically. Kannski gott törna, það er mæting frá óriðnökkunum. Tibia er í rúti. Fisher, ok. Situr hann í kassan. Pollur er á hlaupum. Hann langar að kasta spilum, hann langar að drepa hitjur. Pollurinn er króaður hérna af, hann nær sveklinu. Slökkar inn að björgunum. Hílið. Þeir eru... Já, þeir eru 4 hann að samt. 4 manna í 4. Kuti er reytaður samt. Nei. Og Túra er komin, ok. Þetta er dauð. Hlýtur á dauð, þeir eru 5 hann. Eins gott að þeir fengu killið á pollum. Það er Jésús Pétur. Ég ætla að segja... Smá, ekki... Smá BM. Smá hérna all chat sem er ekki
í lagi, en allt í lagi. Mótstjórnir lætur þetta slæta í dag. Radiant's middle tower is under attack. Já, þetta var fyrsta killið, staðan 1.15 hérna. Radiant structures Já, are þetta, fortified. já. Svo far eru að fá 1 kill á 10 mínútum. Já, Það er ekki, það er ekki Ekki æpjál besta staða. nei. Og frekar erfitt fyrir livestealer að spila inn í sko Razor Furion með geðveikt mikið advantage. Það er góð á livestealing held ég. Nei, á Arnaus. Top tower is Það er bara ennþá level 4 sko, meðan 4 er level 9. Já, samt, næri ekki killina. En LeBron hins var, hann er killi. Og Pollur nær killi. Það er kills út allt. Já, Það er mjög erfitt að fylgjast með þessu. Ég vorkenni alveg svara inn í production-herbygginu. Radiant's bottom tower is under attack. En já, level 4 saman, 11. mínúta, Vents level 5. já. Radiant's Þetta er top tower is Bara under komið attack. bútt. Frekar erfitt að fæta. Og þeir eru alveg búin að herrtaka junglið. TTR Já, mitt. komið vart svo búin að defaulta allt. Og náttúrulega Nature er mjög góð hetja í þessari stöðu. Ok, spurning. Ó, Herru, þetta er svo stutt þetta rage, þetta er bara eitt rage. góð tilraun. En Æjæjæj. ekki nóg. Nei, Radiant's Já, bottom hvað tower is geta under óriðunhakarnir gert hérna? Þeir eru svolítið lokaðir inni núna. já, Lítið vision. puntsvinni þarf farm sko til að komast inn í leikinn. Það er ekki nóg Já. fyrir hann bara að labba og hann er ekki með hórtalentin sko, þannig að hann getur ekki bara staðið og verið eitthvað að mínus armor á fólk. Dire's top tower is under attack. Shakerinn þarf blinkið sitt. Ef hann er með dogger þá er einhver move sem ekki gert sko. Já, En já, livestealerinn er ekki bara að gera mikið. Ok, þeir fara á bak við hann. puntsvinni Það er í staðan. kontri. Mikið damage, Yes. þú. Vá, Radiant's bottom ná tower sprengja is under attack. upp goldkvöldin. Já, Jájá, þeir eru mættið 5-1. Þetta er þitt í lastinn, það er bara, við tölum um því príkimnu, það er komast á stað, það verður ekkert að fara að hægja á sér sko. Nei, ég veit. Radiant's middle Og þeir eru með fjörun til að pusha tempóinu á þessa törnuna og þeir hittir til að gera building damage. Þeir byrjar að ráðast á midturnin. Hundurinn er bara að setja upp hérna. Bara dæfa tárin. Hann vill meira. Hann vill bara Þetta er svona meira move, sko. Já. Veit, það er turnin sko, það er alveg swap og eitthvað fullt af stönnum sko, það er alltaf pönnur sem Já, ég veit, það algjörlega. eru in position. Það er smókur. Rommel er heldur bara að reyna að klára dagurinn sinn sem er heldur bara rétt múið. Hann er ennþá að eiga leik sko. Og þeir skanna hann. Og Og hann með ekki topi eftir. það er langt í blinkið, það er alveg 200 í blinkið. Hann er kannski bara að fá að bakka hérna. Já, ó Nei, hann nei. lappar aftur inn í. Hann er alltaf að lappa inn í á. Ok, Ó, ok. Finna fýll inn í staðinn. Nafn með rendu, lappar inn í gangið og taka það. En það er mun betra að missa hann heldur en Cromwell sem Já. að 200 í blink. Algjörlega. Það er bara svona óvænt. Já, Hérna. það er svona pleasant surprise. En þeir taka second bottom tower is shrænið. under attack. Þetta lead er að acceleratast frekar hratt Já. hjá TTR. Restan er á óreiðunökunum að gera eitthvað move núna til að koma sér eftir í leikinn. Taka Radiant's compact top fight tower með is Shaker. under attack. Já. Kannski ef þeir ná að beita Bristolin eitthvað Þeir- þá 5 manns til að góa hann sko. Ok, þeir eiga svapp. Nei, ekki svappinu. Þú, swappið. Ná swappinu, ok. Nice, ok. En það er fyrir að koma. Þeir Mjög náðu. value kill. Yes. Ok. Þetta er að mæta, það er samt Það eitthvað er eftir hjá últi. óreiðunökunum. Ó nei, QT. Nei. þetta fellur. Ei. Nú er þetta að fara að vera awkward. Já, þetta er að verða smá Þeir fór. mætir, Þannig að. Razor mætir. Verðast hafa oversteppað svolítið og komið Já, þeir vannmátu sannarlega hvað TTR eru reddi að mæta Já, í þessa fæta. einmitt. Þú veist, þeir hefur þetta bara að bakka strax Alveg, eftir þetta já, kill. sjúklega mikið value kill á fjöruninu sko, en Já. náttúrulega þeir eru að spila á þeirra TTR eru að spila á Radiant hlutamapsin, það er enginn af þeim sem er eitthvað í sínum woods að farma. Þeir eru allir komnir, já, í stöðu, reddi Radiant's bottom tower að taka þátt í actioni.
Radiant's middle tower is under attack. En þeir eiga ennþá, já þeir eiga Echo, ég meina þessi daggar hlýtur að fara að koma, það er bara, ég trúi ekki öðru, sko. Já, ok, 200 þetta. 100 gull, 150. Snóaði, það var að fara að koma. Hann vil sína sig og þeir eru ekki lengi að pönni það víst, sko. Hannes líka. Vantaði þannig að swap, swap inn. Swap á support, en... Já, ok, fá 1 kill. En þeir eru að blíta svo mikið að kill. Og þetta er að gerast allt áður en þeir fá daggarinn, sko, sem er helvíti röff. Það er verið að búin að missa 27 kill áður en að Sigurdaggarinn kemur, sko. Þú veist, liðið einhvern veginn er ekki reddi einhvern veginn að spila almennilega fyrir en að daggarinn á Sigurd er komin, sko. Það er... Fyrir það eru þau bara 5 heitur eitthvað að lappa, reyna að lappa inn í fætin, sko. Já, þetta er að... Læstilin er að fara í þetta Radiance. Það er ekki alltaf seint. Já, ég meina, þú veist, þetta er... Ég held að þetta sé bara bildið, sko. Já, kannski. Og þeir sjá hann. Ef þeir komast eitthvað inn í leikinn, sko, þá... Og sjá þetta position á útinu, maður. Mjög gott. Voru þeim eitthvað viss á honum, eða? Já, það er það uppi. Já, nýtt. Slakk búin að setja niður aggressive vorta, þetta er samkvæmt formúlinni. Þeir eru ekki að gefa þeim neina smugu til að komast aftur inn í leikinn, hérna. Nei, ég veit, þeir eru líka on point með vision, sko, og staðsetningu líka. Já, absolutt. Þeir eru byrjað að lemja hægrandi, það er... Nú hlýtur daggarinn að vera komin. Ég veit að ég er svona hljóma eins og brútin plata hérna, en það er daggar í búði, ok. Þá er einhver sens á að taka tímvætt, sko. Já, þeir þurfa að korna þetta vel, sko. Ef að Bristolin stendur fyrir framann og hann getur beitað einhverju heitur á sig, þá er alveg sens að þetta er klompi, sko. Já. Fjúrunin deyr alveg í Echo-slammi ef það eru heitur hjá honum, sko. Þeir ætla að halda, þeir eru með krítið. Þeir verða að mæta núna og taka hann að fætt, þú veist, það er bara... Byrja á þessu stönni á... Þetta var... Það eru wardar og dótjana, sko, þú veist, þeir bara verða að... Challengea hennan reisverð, sko. Já, hann... Má ekki fá bara að standa á hægkandinu. Nei, hann er bara að standa hana, akkurát. Sittar hann á limmi byggingar. Ok, lokar hann úti, svappa á hann. Það húpið, Já, ég held að Bristolin þarf bara að standa hann yfir raman og tanka spil, sko. Það er bara, þú veist... Já, það þarf einhver að vera frontline. Já, það er góð frá... Þetta er, ok, hjóli missar, LeBron er komin lengst inn. Nice wardtrap, ekki wardtrap, ok. LeBron Helgi fastur, oi, Echo-slam á supportin. Þetta byrjar ágætlega, en núna er Fjúrin mættur og hann murkar lífið úr Cromwell. Það eru þvílíkt mikið dæmis og Raxlur og Reislun. Já, hann er ennþá lífið, sko. Þannig eitthvað að reyna að drepa hann að pöts. Fér, wow. Ok, þeir eru að senda tilbaka. Arneus er þingdauður þessi fætt. Já, þetta er bara allt og mikið, sko. Þeir náðu bara 5-unni með slamminu. Fér líka, hann fekk að lemja hana. Úi. Raxlun gætur í kontrina, það er ekkert rock. Það er ekkert bæt á pötsun. Það er núna reyndar, hann getur borðað fílín í. Ok. Já, Fjúrin er bara að fara að lemja þetta. Þannig á turnina, hann er með komið Moonsard. Flott. Þannig eru alveg að trolla hérna. Það hoppað á hundin. Hundurinn getur fallið. Það er með svo mikið save líka, sko. Já. Fér inn í. Ok, byrju. Og hann er hex, ok. Þeir ná honum. Cutie. Miss! High ground miss. Nei, ok. Og það er ekkert flam, það er eitthvað cooldown. Já, það er bara haldið áfram, sko. Ekkert sem að stöða þá í að halda áfram. Alltaf reysum líka lúmst tanki, sko. Þótt á pötsin sér döður, þá getur það alveg haldið áfram. Reysunum er alveg með nett hérna 2k HP points. Bara miður samt, já, hann er náður rún. Og já, náttúrulega með kassan og eitthvað 4 fyrir aftan sig, sko. Meðan er
fjórinn og split og svo bara eitthvað. Hjólið aftur, það er initiate. Tveggja manna hjól. Ná, tveimur með hjólinu hans. Flott swap. Já. Ok. Hollurinn er komin lengst inn maður. Já. Það lítur að það Spurning hvort þessu. En Júls, það er vortrap á honum. Hann er með 70 HP. Hann dör. Hollurinn fellur. Ok. En mitt draxi fellur. Fjúrin var ekki eins og lemja hann, sko, þetta er alveg. Nei, þetta var bara minioninn, sko. Radiant's bottom tower is under attack. Með Shadow Blade. Fyrst aðeins treant, hann er að takka á túrunni. Ekki slá. Ei, finna Lebron Helga. Nice. Hudson líka, hann er fastur. Wow. Ok, 3 kill, þetta Wow. er eitthvað. Þeir eru að smóka, þeir vilja meira. Samuel slammar coachinn sinn og fær tipp tilbaka. Og Shadow Blade, hann sleppur allavega. Já. Og þessi fjúrin er allavega untouched í þessum leik, það er svo mikið víst. Já. Alla fyrir þetta illusion. Ok. Þetta var gott. Þetta var geggjað, sko. Þetta var mjög gott. En spurning hvort þeir fá annan svona fight. Þetta var frekar Já. sloppy á TDR að vera bara eitthvað að labba inn í pollinu var komin inn til T4, við erum að tala um það, sko. Það var því líka Svolítið rætt í æstir, gangi, sko. Dustbolt are scanning. Það var einn æstur Olfur þannig hlaupandi eftir einhverjum killum. Það getur missið stundum í gleðinni, það er þekkt. Radiance, þú veist, þeir eru komið með þessi itemi sem þeir þurfa bara til að spila leikinn. Það er Radiance á lifestealer og Dagger á Sigger. Ég held að hann lítur nú að fara detta í Halbert líka á Brisselbakkinum. Já. Það er spurning. Já, Halbert mættur. Já, ég mynd. Það er spurning hvort það sé óseint, sko. Já, þetta er náttúrulega... 2 racks eru feldið niður og... Þetta eru basically itemina sem þú þurftir til að fæta þessi 2 racks push, sko. Já. Ok, ég meina þeir eru á betri séns núna heldur en áðan, svo mikið víst. Algjörlega. Og sérstaklega ef við ná svona picks og veist, ef TT er alltaf verið svona aggressífir og fara inn þá þurfa órauðinhakkanir einhvern veginn að pannisa það. En já, það er spurning hvort TT gera aftur, sko. Já, þeir eru að fara hjóla yfir sig eða ná þeir að taka sér bara rólega hérna. Já. Það er 1 racks eftir og þeir eru með Furion Razor til að pusha þetta. Þeir eru byrjar að lemja, þú veist, núna er svolítið pressan á óreiðunarkunum að byrja fætinn. Hann er komið BGB, BGB, hleypur bara inn. Hann er ekki ódöðlegur samt, en Kommel er á svo vondum stað. Það buyback, gæti verið gott echo hérna. Þetta er huge echo spam, það er 2 killum. Hundurinn er í miðjunni, það er verið að lemja hann. Hann er svo helviti sterkur, hann er drep. Já, hann slípar við maður, og klárar þetta. Öllir á alla maður, ok. Þetta var rosalegt. Já, þetta hefur líklega verið senast í tímafæðileiknis. Já, þetta leit mjög vel út í hálfsekundu. Já, þetta var geggja echo, sko, en eins og segjum, þetta er náttúrulega bara... Það er búið að fá svo mikið advantage á þetta dagjarlið, sko, að... Já, bara þessi... Þó það hitti öllum spilunum sínum vel, þá er það líklega ekki að fara að drepa Nei, það er bara aðeins svo seint, held ég. Komið of mikið XP-lít og mikið network-lít. Já, pötsum í 19 stakka. Þetta byrjar snemma, þú veist, þeir byrja að stafna lítinu early. Þeir byrja bara strax að lögla 1 leinunum og ekki gera þetta upp bara... Bara á mínútu 0. Þeir eru strax komið advantage. Þetta var... Það er ekkert sem að heitir passive leikur hérna hjá þessu TTR-lið. Nei, alltaf eitthvað að gerast, já. Nefnir alltaf þeir spili á móti bara Abaddon Tinker steflinni eins og þeir gera með Venus. Sem var svona svolítið stopparinn mótið inn í sinni serju. En TTR tekur fyrsta leikinn í þessum best of 3 Cheater serju. Óreiðunhakkanir eru á afturfótunum, þurfa að draga eitthvað upp úr vassanum til að jafna skorið. Já, ég veit ekki alveg, sko, mér fannst draft ekkert líta það illa út fyrir. Nei, alls ekki. Fyrir óreiðunhakkana, sko, þú veist, svona kannski, maður getur kannski potað eitthvað aðeins í þetta supportu á þess að þetta er frekar squishy eitthvað, þú veist, það kemur early putts þannig að þeir fara samt í Shaman og Venge. Já. Mögulega þeir gætu tekið eitthvað svona meira sem er erfiðar að drepa, sko. Ég veit það ekki, þú veist.
spilar Abaddon, það spurning. Já, kannski bara meira svona proactive hitjum heldur en bara supporta sem sita í afturlínunni og býða eftir fights. Það vantar kannski svolítið þannig upp á órauðinu og eitthvað. Þú veist eins og TTR þau voru með Ringmaster og Dark Willow sem vilja svolítið vera framalega til að byrja fightin líka. Það er kannski Ringmaster síður en Ringmasterin var náttúrulega bara að blinka inn og initiata með hjólinu sínu sko. Seinni reynum. Já, en það voru komið með þú veist, alveg gott advantage. En ég myndi segja, ef þeir hefðu getað aðeins verið mjög jafnari í sæflin og offlane, þú veist, ef sætlinn hefði ekki farið svona rosalega illa og Cromwell hefði bara fengið aðeins lengri tíma til að komast inn í leikinn og mæta sko, og það hafði þetta lukkað mun betur. Þú veist, ef Shakerinn, að því að þeir voru basically, þú veist, þessi bæði sætlinn þeirra voru bara frekar rough, bara áður en að Shakerinn gat einu svona mega rotation sko. Já. Þannig að þeir þurfa eitthvað að reyna að skoða hvernig þeir geta fengið meira jafnan early game sko. Og Bristle first pickið, ég myndi segja ekki nógu impressive. Þú veist, það er góð hetja en ég held að það sé of augljóst hvað það ætlar að gera ef þú ert ekki með eitthvað plan að stakka Ancients og þannig í leikinn sko. Já. Og því að þú veist, það var bara, þeir voru með counterpick fyrir þetta, það var Razor og þeir gátu punsanum í linnu og ég veit, bara það skiptir máli fyrir að fá máli líka með óruðunakana er að þeir þurfa þú veist, offlane og milli þeirra þurfa að vera það eru mikilvæg pikkin þeirra þurfa að fá tvær sterkar heitir sem að geta svona verið svona kjarnin að line-up þeirra og ég held að þeir eiga alveg eitthvað sterkara heldur en einmitt Bristle Earthshaker sko. Já. Það er svona tvær rosalega svona in your face hitjur og Razor var mjög gott pick sko. Einmitt. En já, við sjáum hvað óruðunakana geta kokka upp til að koma þér eftir alhappir í þessum bestu rí. Það er ennþá séns. Já, það er þeirra góðan séns í þetta. Heldur betur. Eins og komum við En við hoppum í stuttar auglýsingar og sjáum svo aftur, ekki frá langt. Wait, is he switching lanes? Welcome everyone to the Kia Tilt-Proof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brokey getting ready. Yep. And he's off. Well, looking composed. 2, 1. And well, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the rift, but will she be at home in our tilt-proof challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
Já, við erum velkomin aftur í Kraftadeildina 4. Við erum hérna að fara í Game 2 óriðunarkar gegn TDR. Seeder match fyrir playoffs. Tvillir að land. Þetta er best of 3 til að ákvarða hver fer í upper bracket og hver fyrir í lower bracket. TDR tók við fyrsta leiki núna. Alveg með stíl, sko. Lestin byrjaði strax. Ég er búin að fletta þessu upp hérna á Strats en áttur að skoða gögnin varðandi framistöðuna og Strats segir okkur einmitt að Slunk hafi verið með 36 plus imp, það er hæsta í leiknum þessum leik og eftir honum kemur Pollur allt samkvæmt áallina. Það er bara supportanir 2 efst. Já, þeir eru 36-28, svo kemur LeBron með 22 plus, Fjörurinn fekk bara plus 1. Hann var ekki að standa sig nógu vel samkvæmt þessum mælikvarða. Já. Var var ekki með nógu gott advantage í byrjuninni, segir hérna. Vann sig aðeins upp hérna seinna í leiknum en enda bara í plus 1, plus 13 á hundin. Þannig að já, þetta eru supportanir sem að leiða þessa lest og gengur ágætlega fyrir þá. Já. Það líka samstalfi, þeir voru í öllum teamfights, voru alltaf á réttum stað á réttum tíma. Og það er ekkert, þetta er lið sem að maður sér að það er ekkert vandamál fyrir korana að mæta að hjálpa. Þeir eru alltaf, ef þeir eru með lítið þá eru koranir að farma nálægt það sem að næsti fight er að fara að gerast. Sáum eins og fightin á botlinni þegar þeir finna Brumma hana innan, ná góðu killi. En þeir eru bara rétt hjá allt hitt liðið þannig að það er stutt fyrir að bara hlaupa yfir og punisha. Það er engin eitthvað að farma, toppsætið á meðan allir hinir eru ready í jungle hjá honum. Já, ég mitt. Sem er gott, þetta er alveg gameplan hjá þeim, eða playstil. En við komum í draft nummer 2 hérna og það er svona cirka sömu bönn hjá óriðunarkurum. Þeir tóku út, þetta er eitthvað aðeins breytt, þeir tóku út, þeir taka Doktor, Klokk, Jakiro og Magnus. Já, þetta er sömu bönn á aðan. Já. Þeir eru opna eigi, ok. Já, þeir banna Darkwill og líka, TDR. Einmitt, já. Já, áhugavert. Taka í staðinn. Bandasol, Techies og, já, áhugavert. Þetta er slöngkæti, þannig að veljið sér bara góða slöngkæti til að byrja draftið, sem er fínt. Og það er svona rísandi heiti að þessi Instant Operation í, þessum nýjasta patchi, Ok. Þannig kemur Vassmar á hann. Já. Já, það er Nature's Prophet og Tide svona, búin að vera kannski mest contested metapickin í Kraftadeildinni nýlega, Já, þetta change á Titans ég segir, það er lúmstert, sérstaklega laning phase. Einmitt, við höfum talað svolítið þessa hetju, þetta er mjög solid hetja, skilar alltaf sínu með hátt impact floor, mjög erfitt að díla við hana almennilega, hann er bara stendur fyrir framann, tank damage, ef hann er með eitthvað sustain fyrir aftan sig líka, mjög auðvelt að bara díla hann upp og halda formationinu gangið til þannig, Já. Hann er líka með, toolkitið hans er að taka damage, absorba damage og gera það þannig að enemies gera minna damage og minus armor og síðan eitt massíft stun. Hann er alveg bara super solid, algjörlega. Og þetta er svona, ég myndi segja að þetta sé meira, þetta er mjög einfaldri opener heldur en bristle opener. Því að, það er alveg hægt að pikka hitur á móti Tide, OD er með gott matchup, Razor er með fínt matchup, en það er erfiðar að kikka honum alveg út í leiknum eins og þeir náðu svona sem ég að gera við Bristolin, Þegar Bristolin á ekki góðan early game þá er hann svona frekar useless, Þú getur, það er alltaf hægt að gera eitthvað dót með
einmitt einsinn stökkum eða eitthvað svona til að koma aftur inn í leikinn en þá bara verður að setja resursa í að gera það og getur ekki bara skila hann eftir og leiða stórum í þetta skít sko. Nei, ég veit. Þannig að, já, takk út Brissolin second phase samt þó að þeir takið tætina áhört. Respektan hann Brissol hjá orðin okkurum. Já. Og Víverinn sem líka búin að vera svona contested hetja í þessu móti með nýja XP fasetin sinn, mjög öflugt. Hvað var það? Ég veit ekki. Þá fær hann svona XP frá pöttunum. Já. Pöttunar, fólk bara búið að taka mikið pöttunar leitt sko. Já, ok. Og getur fengið level advantage bara strax í leininu sko með að Það er samt ekki nýtt, það? Ég held að eða hvort það var tiggið út. Já, XP-facetið er nýtt sko. Okay. Eða þú veist ekki, ég veit ekki hvað þessi glænýtt en það er ekki, allavega, það gaf ekki XP í gamla dag sko. Nei, en ég held að hann hefur verið með hann talent eða facet áður sko. Já, það getur verið. Ég er ekki alveg kunnugur en þarna kjóma Sús og Ember Spirit og mér var búið það var lítill fugl sem hvíslaði mér að það væri kombo í þessu TTR drafti sko, það væri þegar ég væri að fara að búa til eitthvað kokka einhverja klúpu sem bræðir af hérna þannig að þetta er áhuga byrjun sko. Secret strat. Já, eigi Sús Ember, þetta eru heitir sem að sinnir þessi ágætlega saman. Já. Ember náttúrulega setur upp spellana fyrir EA og Sús og EA ampar upp magic damage hjá Sús. Sjáðu hérna, þetta er experience dæmi. Já, einmitt. Þetta er bara í næstu akkurat fyrir árið síðan. Já, einmitt, já, akkurat. Einmitt. Já, svo er búið að increase þetta hérna í akkurat. Já. Voru buffet að hægt sko. Þú sér það hérna. Swarm. Já. Og þannig til að ég seinast það núna patchinum, þannig að það er ekki að það vera með puttur á invulnerable targets sem að, já. Skiljanlega, kannski. Ok. Þannig að þetta er orðið nokkuð öflugt. En orðin hann fara í Silencer P. Ok, taka Silencer sem er líka búið að vera nokkuð svona sterk support hetja. Já. Góð til að stoppa náttúrulega, góð í þessum 5v5 engagements, góð til að stoppa initiation hjá nunnum. Og getur verið mjög óþægileg fyrir heitur eins og Ember til dæmis, sem vilja læga að kasta mörgum spellum. Já. Já, Invoker líka. Invoker, ok, byrju, þetta er eitthvað, já, ok, það er eitthvað kombo hérna, ég er ekki alveg búinn að fatta hvað það er ennþá, en það er eitthvað kombo í bíker hérna hjá DDR. Ég veit. Já, ég ætla að segja líka að ég er mjög ánægður að sjá, þú veist, það mikið af mismunandi hitjum. Já. Hjá liðum. Algjörlega. Það er svona, náttúrulega ein hitja sem kemur alltaf upp aftur og aftur, til dæmis Kiro líka. Alltaf piku, sko, nánast. Einmitt, bannaður hérna móti slönginum. Já, einmitt. En hérna eina hitjan sem er eins er Shadow Shaman. Já, sko ég hef ekki hugmynd alveg ég sé enga hjalta hetju í þessu TTR-liði, þannig að ég myndi halda að þetta sé sko bara eigi Ember Seiflin eða eitthvað og Brummi Invoker eða eitthvað, ég veit að þetta er mjög skrítið sko. Já, ég veit að Brummi getur spilað Invoker, hann getur spilað allar hetjunar. Þetta er náttúrulega allar mid-hetju líka, þannig sé ég held að TTR ætli bara að fara down mid bara level 1 klálega. Já, það er alltaf líka Invoker Emberinn sem núna kemur, Gyrocopter. Þetta er ekki hjalta þetta heldur. Já, hver er karrið? Offlane Ember, kannski? Já, það er svona mega messan Sús Ember lane. Já, Sús Ember hljómar ekkert alltaf slæmt. Nei, ég mitt svona allt í lagi. Mjög óvenjulegt. Betur en Sús Invoker offlane, þú veist. Gyro hlýtur að vera karínuna. Nefnum við að segja eitthvað offlane Gyro meme. Já, við sáum að fáum að sjá Pango. Úff, mér líst alveg þetta. Tidehunter Pango, þetta er teamfight heitunar sem að þeir þurftu á orðinu okkarum sko. Já, alvöru line-up. Alvöru line-up, já. Algjörlega. Bara, þetta er mjög solid, actually, 5 heitur hérna hjá orðinu okkarum. Þeir eru með initiate, counter-initiate, sterkan carry, matchup, góða Cromwell heiti í Pangoðunum, mikið lockdown á supportunum. Þú veist, þeir eru með mjög mikið svona basics cover þarna.
Já. Og ætti að vera með fín lane líka, ég meina Shaman P, ég veit ekki hversu Shaman endilega sterkast að 5 sko, en Silence er tight held ég við sé bara mjög fínt offlane sko. Já, mikið slow. Já, og þetta er einmitt, 100 á Ember Spirit með Sus, já, einmitt. Og hann að fara í sko Vex fasetin hérna á Invoker. Nei, Chain Gang. Þetta er spennandi, ég að fíla þetta. Já. Þetta er svona mjög óvinnlegt line, en veist, þetta getur virkað, þetta er svona þannig. Einmitt, hvað er komboið? Það er spurningin sko. Það er sko mikið magic damage á Dire. TDR taka hérna eigi með bara 4 núker hetjum sko. Þannig að ég myndi segja að pressan sé á TDR að þú veist, þeir náttúrulega auðvitað þeir eru að spila upp á að komast fá lít og hérna vera í advantage sko, en þú veist, þeir geta ekki ef að óriðnakkanir vinna örlíkjuminn, þá er þetta bara svona hvað ætlar að gera með Ember offlane eitthvað gyro, eða þú veist, þetta er mjög svona ég veit, sko ef þú ætlar bara að spila head on, þá er þetta mjög awkward. Já, ég held að Titty er eiga samt eftir að hafa góðan leik ef þeir finna svona eina hetju, þeir eru með mikið nuke. Já, sannarlega. Þeir eru með svolítið af global doti sko, þeir eru með Sunstrike, A-Blast og Susalti. Já. Þannig að, þú veist. Er ekki Gyron með hérna talentin sem gera global, eða er það farið? Það er farið. Vel. Kannski voruð þið búin að gleyma því, ætluðu 5 global. En já, það er smókulega leitt, spurning hvort við sjáum svipað move á hann. Túti grótar eitthvað á mappið, þeir eru líka að hlaupa miðinni. Þetta er sömu sites líka á síðasta leik. Já, einmitt, þeir veljið sér þetta. Ég held að þeir tóku líka first pick á TDR núna. Já. Setja sama orðin, einn af sömu orðunum. Eitthvað að hlæja hérna, brumma fyrst að voða fyndið. Annar smoke. Þeir ætla að finna eitthvað. En þeir eru að fara í Sinwoods, þeir halda að það séu eitthvað ekki hér. Það er enginn hér, strákar mínir. Sniðugt hjá þeim samt, það sitja bara í mid, sko. Já, en mitt, þú veist, ég meina, og nú ætlar að hlaupa þangað, þú veist, menn eru despo hérna að fá eitthvað stuff, sko. Já, smoking breakar, en þeir taka ekki samt Watson, LeBron bara hleypur inn í þetta, Þeir eru allir hana. Túræ. Já. Já, þetta er einmitt það sem ég var að tala sko, bara þetta er mikið núk. Já, bara þau finna einu hit. Já, þeir voru ekki alveg rétt í þetta. Nei. Ég hefði kannski taka líka sræni, þá náttúrulega hefur séð þetta strax, sko. Já, hann er bara hleypur inn eitthvað hett, bara hausinu fyrst á ofininn, sko. Já, þeir fá, þetta var, mér finnst eiginlega ótrúlega að það fengi þetta first plot, þetta var svo messy eitthvað. Bara tóku heilan hring sko, í gegnum bara lautarferð, nota 2 smóka í gegnum sína út. Þeir náðu first plot samt. Það náðu first plot, já. Þetta er ekki af slæmt og fyrstileikurinn allavega fyrir orðunakana. Fætti hérna Arnius á móti pollinum. Sleita nokkuð ívilni, pollinum svona frekar lógu manna eftir. Já, hann tekur ekkert manna regen. Nei, svolítið forritin að sjá hvað hundurinn er að kokka með þessum Ember sínum. Hann fór held í chain gang. Nei, það fór í double impact, auka sluta fyrst. Dót. Limur meira. Já. Og já, það byrjar allt bara að rólega hérna. Pollum nota allt manna sitt. Já, á supportin, það var fínt. En næsand. Já. Smá misplay hann með kurririnn. Já, Cromwell ætti að eiga bara fínt leinina. Vókerinn er ekkert, hann er alls ekki oppressive leinir lengur, sko. Sérstaklega ekki á móti Pango líka, sko. Já, ég held að Pango ætti bara að vera með kill potential á hann level 6, sko. Sjáum hvort að Brummi hleypunum í það hins vegar, það er náttúrulega. Það er góð á, veitu, hann kemur Sunstrakið. Það er annað rocket, hann er að dæfa turnin. Ná killinu. Slang sleppur frá Silence er líka
Já, ok, mér líður svo þetta sé bara komboði sem að Hannes vildi fara í. Það er bara, ok, flank típjar út, ok, Helgi kemur inn að brjála þér með... Ég hef aldrei séð Helga spila svona lítið, svona langt frá creepunum, bara held ég. Hann er bara eitthvað að hlaupa eftir hetjum. Já. Mér er að sjá slank típi í byrj, sko. Byrju hundurinn í smáklandri? Nei, hann stór slik. Lókunin er frá báðliðin. Þetta er ekki... Þeir eru góðir hérna. Mista mistaði ekkert mikið yfir þessu heldur. Sko, Hannes er samt alltaf mikið að einbeita sér okkur Sunstrike, hann er sko 4-2 mútið 12-4. Cromwell er sko að bursta hann á miðinni. Já. Lane er komin eitthvað lengst út í raskat. Invoker ætlar að fara að gera eitthvað stöff með forspiritunum sínum. Wow, það er bara að fara undir tower. Já, LeBron er sko... Livia-prófarinn er LeBron sko, hann er brjólaður. Býtið það Sunstrike? Nei. Hann er svona... So close. Afinn er... Já. Þetta er einhver adral afi sko. Það er laukur hérna fyrir pollinn. Ok, en þetta er ekki einslæmt fyrir óreiðunhakan á í síðasta leik. Nei, þeir að standa sig mun betur hérna. Bott er miklu jafnari sko. Já. Býtu, Cromwell er bara að drepa Brumma hérna sko. Ef hann hengrar hérna fyrir næstu spells, þá er hann bara döður sko. Já. Það er bara 2 sekundur og 5 sekundur hit. Ok. Brummi, hversu góður ertu? Hversu passasamur ertu? Cromwell veit hann á sjensina. Creepin er að tanka fyrir hann. Hann er patient. Brummi er búinn að reachina talsveit núna. Já. Það var sem stálf, ok. Ó, Kuti fellur. Bollurinn low en lifir. Nota hann Sunstrike, Brummi. Það var þetta bara... Ég held að hann hefur bara náða að drepa hann. Já. Já, hann er ekki ennþá. Hann er bara að horfa, hann vil sjá Rocketin top sko. Það er Q-ið hans til að drepa. Þetta er svo tight first pick og það hugsaður, ok, við viljum picka Gyro, Invoker, AA og drepa hann með Sunstrike. Það var kukkið hjá TDR. Já, bara 3 góða lockdowns. Já, bara hérna, hann getur ekki tankað svona mikið magic damage. Ok, byrjuð 100 inn. Nei, hann er bara góður maður. Byrjuð með, hvað er að gera þetta? Fellur, ok, vel gert. 100 með bestu í það. Nei. Double kill, wow, vel gert hjá Cutie. Með stikk hérna sem bjargaði hann alveg sko. Wow, ok, hann hefur Cutie að standa sig, byrju. Úi, þetta er Sunstrike maður. Ó, nei. Þetta var sveitt Sunstrike hjá Brumma. Já. Wow. Það er greið pía. Já. Og mjög góð með sig eftir þessu 2 kills eitthvað. Einmitt. Bara að famna creeps þegar hann bara döði bara. Ok, á björtu liðinni þá er allavega Cromwell gersamlega að sósa Hannes í lastiðum. Hann fekk samt levela dans að hann fekk solo kill á P. Þannig að hann er komin level 6 á undan honum, en það level 6 á Cromwell er að koma. Við missar Sunstrikeinu, ok. Ron Helgi er alveg takkið all. Túra, low. Hann er ekki að lemja með gleyk. Fýllíni. Jú, þarna. Hann er eitthvað misplay aðeins hérna. Já, hann glimti tóklega greiðum svona. Slangur vonna Fýllíni. Þetta er slow. Hann er með lauk og allt, þannig að þetta er ekki bardagi sem að Sellinsinn getur verið að pika. Nei, mitt. Ó, heyrðu. LeBron, Avi er brjálaður. Þeir eru báðir frekar low sko, og Titan er komin aftur. Bot, Sunstrike, Arneus, low, mikið lockdown, pollinn fellur, hundur, ok, nær hann með chains, ok. Treyta 1 fyrir 1 það, Kuti er að eiga samt leikina, ok, Silensin fellur, Túr er brjálaður, hann vill slöng, notar löngin, en slöng, hann næri ekki að típja, hann fellur. Það er easy matinn, böndin góð. Ok, no TP og slöng, hann þarf að lappa í leini. Þetta léttir aðeins á pressum, en Cromwell er komin hérna. Sneaky Cromwell. Vill rúlla á pollinn. Þarf bara einhverju hit með sér. Hérna, rullið. Bíp. Ok, kannski smá ofauki, actually. Þeir voru alveg með þetta kill. LeBron fellur. Nice. Ok, þetta er
6-8 staðan hérna. Já, ganga mun betur. Já. Vá. Þeir eru að fæta í sveinu, þetta er mjög gott. Arniðust tankar semst ekki, Brummi kominn, hann er 18 manna samt, hann er að lemja Arniðust. Mjög djúpt. Slöng Basatos er mættur, þeir fá Shadow Shaman. Og Afi líka mættur. Vá, því líka mæting. Já, þetta var mjög djúpt líka sko. Já. Spurning hvort þeir ná meira. Nú er þetta Sunstrike. Ói, bara þetta Sunstrike, það sveita Sunstrike. Vá, ok. Sko, það er eitthvað mjög weird að vera að horfa á hennan bútlausa invoker, vera bara hlaupandi á botlinn, eitthvað að dæfa turnin, sko. Ég bara, hvað er að gerast í þessum leik? Þau völdu ekki invoker til að vinna laneið, þau völdu hann bara fyrir þetta... Já, greinilega. Sunstrike. Vá, ok. Já, ég meina, hver þarf eitthvað lane domination þegar við getum bara verið að 360 no-scopa fólk með Sunstrike, sko. Já, með 100% kill participation nánast. Já, það er rosalegt. Nú ætlar hann bara að farma botlinnið, er að fá mæta sinn. Já, hann var að klára hann núna, hann fá hann senda hann. Engin mitt. Og Sunstrike. Aðeins og snöfn. Þetta var ekki Sunstrike. Hann getur bara hitt það með ef það er ekki setup stun. Það er held ég. Þetta er alltaf, þú veist, þeir counter í sjálfum sem með að vera með eitthvað gyro missile, sko. Hann getur bara hitta Sunstrike ef að gæinn er bara standandi á miðju leininu eða hlaupa eitthvað lengst inn í vút. Það er rotation. Sjá. Ok, Arniðust. Pollur, búinn að nota jumpið. Hundurinn. Það er verið að lúrla á pollin. Nei, vilja rúla á hundinn. Ok, hundurinn er miklu betra kill. Shackles líka. Já. Það ætti að degina. Hann er með römmað. Hann er... Það finna LeBron helga aftur. Já, LeBron. Pollurinn. Spell, það er 5 sekundar spell. Já. Þetta er spennandi bardagi. Þetta er hérna kemur Pia. Annað hopp. Það er ná honum. 3 falla. Hann er að fara að degja á tunnunum. Það er sér góður. Súsaldi. Nei, hann er ekki level 6. Ok, þetta fyndu... Bara gengur mjög vel í orðinökunum. Já, hann er snæpan með alltinu saman, sko. Nú er slank í klandri. Þetta er mættur. Ravage, Sunstrike. Býtum við. Snær, slöng. En Túra fellur. Og Fílíni fellur. Hannes er mættur alltaf með 1 mana. Sko, líka núna, þeir eru mjög mikið að svona keira yfir sig. Keira yfir sig, þeir eru komin mjög djúft. Núna í síðustu 2 skiptin, sko. Borgaði sig á botlane allavega, en þetta, var... Já, þeir eru aðeins að slaka á, sko. Gæti verið bara farmandi á tætinum, sko. Hann er alveg eiga fínan leik, sko. Já. Þetta er mjög chaotic leikur, sko. Það er hérna... Ok, nú. Við Ember náttúrulega ekki með botla því hann er offlaner. Já. Pia er bara chilling on a bot. Hann finnur eitthvað á sér. Langar ekki að vera innan lengur. Lætur. Tekur til fóta. PPR sér topp og ætlar að taka farmið af tæt í staðinn. Ok. Og búin að breyta recipe fyrir Battle Fury. Já. Það er 2 broadsword núna. Ok. En hvorarnir hjá TTR eru búin að taka slight network advantage. Þeir eru svona allir svona kringum milli 4 og 5K. Já, þetta er búin að vera svona allan leikinn, sko. Já. Það er svona rétt og yfir. Og LeBron. LeBron í klandri. LeBron. QD, hann lifir þetta, en hundurinn er mættur. Hundurinn er graður. Silence. Geðveikt global. Ok, stopp. Bjargar honum alveg, Arniðus er mættur. Það eru wardsoga hérna þann, sko. Á 2. Ok. Hann er svo döður. Fellur. Túra low. Fílíni líka. Ok. Mjög góð blast. Hérna kemur rullið. Boltinn. Arniðus snærar klára hann. Sérstaklega off. Boltinn er mjög hraður, sko. Pollurinn er bara eitthvað í ánni chillandi. Já, ég held að það sé dörrina. Hann á hopp eftir eina. Nei, nice. Ok, wow. Það var mjög mikið value út úr seta saman actually í þessum leik. Já. Algjörlega, þetta var líka algjörlega worth it, sko. Tætin blokkar sig í ward, finnst mér. Flott. Já, með Facebook. Kemur fyrir self-block. TP mid. Ok.
Líni. Já, bara til að íta honum út úr leininu. Radiant's bottom tower is under attack. Já, Invokerinn Sunstrike? Nei. Ég bara fann að heyra svona Sunstrike in my head, sko. Ok, ég veit ekki alveg hvernig Snorri að fylgja þessum ísbolta svona vel eftir, en hann að fara ekki neitt. Flott. Ég held að Slang ætla bara að sitja hana niður í horninu og bara spamma últi. Já, það flott. Flott passive gameplay. Já. Íta út botlane og síðan bara últa on cooldown. Mætast og rusha Axe. Let's go. Hvað var alltaf gamla... Það var alltaf að rusha Axe á var eitthvað thing. Já. Það er alveg hvað gerði þið þannig? Nei, já, mér rómar eitthvað við það líka. Ég veit ekki takkur. Var það ekki bara eftir svona TI eitthvað, það sem einhver próf gerði það? Jú, alltaf, þetta var alltaf eitthvað svona mætast Axe, eitthvað verið í baseinu og bara alltaf fólk. Það var bara eitthvað auka damage eitthvað, ég man það ekki, sko. Þetta var annar part, sko. Þegar Sun King og voru eitthvað fjarkar. Ok, þeir eru alltaf típja. Þeir eru of seinir að reakta, þeir pikka henni mittur profít. Smóka undir ward, þannig að það er ekki að fara að koma mikið á því. En mjög gott pikk bara. Þeir eru með Rull og Aravit, sko. Þetta er miklu sterkara teamfight hjá þeim. Já. Og þeir pinga af hann. Hann gæti verið í klandri. Vita á honum, sá hann fara hana í trén. Þið fáu þeir eitthvað úr þessu, það er spurningin. Það er skannað. Og hann lappar í skannið, alltaf típi út. Hann finnur hann. En aðeins og seint. Hann að típi út. Eða taka gateið, hann segja. Já, það hefur verið frekar okkur en hefur dáið í smoke rotation sem var spottað á ward, sko. Dire's top tower has fallen. Ok. Þeir eru að taka turna. Það er objective gaming hjá þeim allavega. Þú veist, þetta er miklu meira straightforward gameplan hjá Óriðnakunum, sko. Já. Bara... Og það er að virka líka. Já, þú veist, þetta er alveg smá svona, þú veist, já, þetta er alveg smá svona flókið hvernig þú ætlar að execute þetta dire line-up, sko. Við erum ógeðslega mikið spelda með þess að það er engin gæði til að standa fyrir framann. Engin gæði til að niska þetta nema Ember Chains, skilur ég veit. Og það er Silencer rasta á mótanum, sko, það er ekki beint eitthvað svona þægilegt. Já, Jero eftir að komast online til að geta staðið í framlínunni, sko. Já. Pango og Rössjar meitslegir sem að hljómar actually bara mjög vel í. Já, fínt pick. Rasta komið hlúsitt upp í vantanlega dagfyrir sem að verður mjög þægilegt fyrir hann bara. Já, þeir þurfa svolítið að outplaya á hérna TDR-menn. Þeir eru alltaf að mæta þessu teamfight kombi. Það er, já, ok, þeir vilja taka Tormentorinn. Við sáum ekki mikið Tormentor play í þennilega, var það góður? Nei, það er tegni. Þeir gera vel hérna, eru 5 mættir og lífa allir. Slang átti laug til góða þarna. Wow, er svona healing hringur eftir. Jesus. Svo eftir á. Með þessum... Þú ert bara búinn að vera tired eftir litlu dildina. Þú ert að fara að rífa þig í gang, fara að æfa þig fyrir haustið. Já, jú, allir það ekki. Ok, það getur verið eitthvað góð hérna. Þetta finna Silencer, þetta er mjög gott pick að byrja á. Já, hann er bara steindauður. Já. Hefðu nú mátt kannski búast við að vera eitthvað í heitunum. Þeir voru að klára Tormentorinn. Já. Ég held að Silencer þetta var Russia Aghanems. Ég held að það verið Já, það var mjög næst. Já. Kjúti á hundur aðeins að fíblast hérna mitt. Ekki auðvöld fyrir að drepa hann. Nei, þeir þurfa alveg saman inn í það, sko. Þeir eru ekkert lockdown nema bara tight ult og síðan setja saman, sko. Nú voru TDR aðeins byrjaðir eitthvað að gera sig líklega til að picka fight. Lestirinn eru að fara að staða. Já, það mun snúast mikið hvernig þau go top. Hann nær Sunstrike en þú veist það er Sildrum. Hvernig er Purge og Sildrum? Það ná ekki nóg bara að spella alltaf. Ég er eitthvað svona dót, sko. Ég finna Titan en þú veist, Titan er Titan er tight, sko. Það er ekkert engja að því að drepa hann, sko. Nei, ég veit.
Já. Lappa bara burtu, sko. Getur kastað mörgum svona spels á tæta þar en fyrir að vera eitthvað hættilegur, sko. Cromwell rúlar. Slang. Slang típið enn og aftur klikkar. Hann ekki búinn að ná að típja mjög margum sinnum í base. LeBron. Sér LeBron. Vítu nú við, halló, þetta Kat? LeBron, ok, að hlaupa. Hann flót. Hann mjög hraður með fasetun sinni, en það ekkert flót. Nei. Ok. Þeir fá 1 slangkill fyrir rúl. Betur en ekkert, alltaf. Já, það bara... Algjörlega. Pjæn bara að farma og katsa upp á meðan, þannig að... Ég er alveg að vera dætt í Battle Fury. Já, þetta svolítið seint Battle Fury upp mér, en það alltaf búið að vera mikið í gangi. Já, þetta átrúin Battle Fury. Já. Það hérna... 6-4-1 með mörg kill, sko, en það alveg nokkuð líka. Já. Hundurinn mætur hérna í reytandi einsins að farma við hlýn á vassbælunni. Allegt. Ok, nú smók hjá orðinökunum. Það 30 sekundir í rúl, þannig að það gæti verið með rúli ef það kemur eitthvað tímafæri fram. Þeir vilja örugglega pikka upp innan bot tier 1 með vortunum. Já. Serpent vortunum. Þetta væri bara mjög fýtt fætt fyrir það að taka, sko, ef að TTR mætir. TTR ættu líklegast bara að gefa þetta ef að orðinökunum fara að forsa vortunum, sko. Já. Setja niður vort. Já, þeir eru ekki að finna neitt með þessi smók, sko, þannig að... Nei, það verður bara... Grípið að koma og þetta, þetta er bara flott, gott ef að... Gott play, sko. Þeir eru svona... Akkur ekki farið turnum? Þeir eru eitthvað hrættir. Skrítið. Ég held að þessi aðeins að underestimate þetta hvað þeir eru sterkir á orðinum, sko. Já, algjörlega. Þeir eru kannski bara sjá að P komið í Battle Fury og vilja alls ekki riska það. Getur verið, sko. Já. Ég held bara þessu frýtt fyrir að mynda að pikka upp þessi outer objective, sko. Alla þess að tier 1 hérna og... Þeir þurfa bara að passa sig á ef að TTR fara eitthvað að cut away svona að reyna að splitta þeim upp, sko. Það getur verið alltaf ákveðin svona counter við þetta fireman. Já. Líka... En nú eru 4 hörður til top. Þetta var perfekt fyrir að ef við geta forsað þennan fight, sko. Já. En spurning hvort TTR vilja fæta, veist þeir... Já, ég held nefnilega að það sé ekki þeim í haga að taka 5-5, sko. Nei, nefnilega ekki. Mókarinn er bara bot, hann vill koma inn setna. En það samt... Þeir eru... Óreiðurnakkarnir eru ekki alltaf top, sko. Nei, ég held að það séu mistök. Ég held að það eru hægt að mæta hérna og fæta hann á top-turn. Þeir eru... Sko, Pia getur gert það mikið damage, actually. Það er Vlads á tætinum og það er hittur... Hún ætti ekki að valið sér targetin bara í þessum fight. Ég ætla að smóka í Invoker. Frekar taka Invoker-killið, ok. En þeir falla fullur sæl sem með. Þetta er gott eða þeir fá þetta en þú veist. Já, ok. Sjá hann, spotta hann. Þau finna Invokerinn. Komil hoppar inn. Ok. Það hexir. Ok, flott. Þetta er mjög gott kill, sko. Mega killstík. Ok, þeir treyta top-turinu fyrir þetta. Það var worth it. Líklega in the end. Já, alveg. Ok, tóra. Það er enginn með hann mynda svona, sko. Hann er bara hvað. Það er eitthvað flip. Já, aðeins að flippa. Slankarinn að bot. Þetta er góð slankinn. Slankinn fellur. Easy peasy. Það gerðast, ég tók þessi ekki eftir þessu, sko. Þeir bara stráfella gæjana með Satsum og lockdowninu, sko. Lítið í BKB. Það er stórt item. Já, það er mjög, þá ætti hann að vera, hann ætti að vera með sterkasta powerspikeinn líklega af öllum sem heitir, bara strax hann farið í BKB og Tide er með Vlads við liðan á hann, sko, þú veist þetta, þessi Pia, já. Já, rosalega sterkar hluti til að fara inn, en við erum með Pango, Tide og PA. Einmitt. Þetta er alveg bara super scary. Þetta er eiginlega ideal setupið fyrir Pia líka, því að þú veist, Pangoinn og Tide bara covera frontlinið, veitu, það er góðinn það. Þeir eru á podlinum. Og það er silence. Drepa podling líka. Og, byrju, náðu lockdown. Já, þeir drepa. Þetta var flott, þetta var rosalega flott. Þetta var geggjað. Geðveikt silence líka. Sér bara, það er ekkert svar við þessum spellum hjá TTR. Byrju, góða, vilja fá brumma, náðu döst á hann. Byrju, setju tornadoinn, viljast vera góður. Það er ekki meira jump. Nei. En ok. Óriðnakkarnir eru komin í gang. Þeir vita að þeir eru sterkir og eru að reyna að pusha advantage-inu sinu. Eða þú veist, já. Sko, ef þið fæta bara með ult. Win probability komið alveg... Nei, þetta er XP. Já, XP er komið langt fyrir ofan núna.
Sko, ef óriðinhakkanir berjast bara þeir eru með ult, þá eiga eftir að það gæti verið smá hættulegt. Finna PN, þegar Arnius í bak, hann á vorta, hann fellur samt. Ó nei! Þetta ríkalegt punishmaður. Já. Þeir stikkuðu of lengi og heitina spónu hjá TDR. Já. Þeir eru náttúrulega öflugri í þessum skörmisfætum. Þeir eru með fleiri low cooldown spella eins og þú veist að tala um. Einmitt. Bara ef þið stikka við að fæta með ult, þá eiga eftir að eiga góðan leik, sko. Einmitt. Helviti slæmt að missa PN þannig maður. Já. Mjög. Hún gæti actually semi-unnið leik sjálf á næstu svona 10 mínútum með þetta BKB-timing ef hann spila vel, sko. Og þeir fá réttu fætana. Sjá hvað gerist. Það ætti að vera rúlið að komið og það ætti að styttast í Ravage, þannig að ef að TDR eru að stikka hérna þá gæti verið option fyrir fight, sko. Þeir vita náttúrulega ekki hvar TDR eru, sjá bara Invokerinn á topp. Já. Og Pango og Sensor eru topp eitthvað að hafvara. Já, ég held líka að Titan þurfa að passa sig á að farma inn á milli fæta líka. Já. Hann svolítið að lenda aftur í núna. Já, hann samt alveg að pari við hérna Gyroin, sko. Já, jú, svo sem. En já, hann þarf bara að passa sig ekki að lendi þessu að fara á milli leina og gera ekki neitt á milli. Bara til að reyna að finna einhvern færi. Góðið að bot. Vel gert hjá Túru. Nice. Núna vil ég sjá óriðinhakkarna smóka bot og forsa hann fight. Það eru fullt af heitum minna. Þeir eru með allt uppi. Þetta er bara perfect tímasending fyrir það til að taka fight. Já, ég er saman á. Eru við með smók? Við erum með smók. Nei, þeir ætla bara að labba á það. Slang er líklega búinn að setja upp eitthvað vissir hérna, þannig að það ætti verið flókið að fá fætina. Já, sjá bara fíkningi á vatnu. Titan spottar. Ok, en Emberinn tricky að jumpa, sko. Þeir þurfa að fá silencer. Þeir eru með fínan vatana. Já. Það aftur þessi bottur. Hann ætti að vera easy pickings fyrir. Það góð hérna. Titan jumpar inn, finnur LeBron. Helga, flott hex. Ok, nice, Arnius, geðveikt rafið. Það er komið Cataclysm. Það er combo, Cataclysm. Afinn er ennþá fastur í warpunum. Og það er Afinn fellur, Slöng fellur. Hundurinn lokkar niður hérna. Þessi Shadow Shaman maður. Hvað, Pia er í klandri? Nei, býtum við. Hann jumpar inn, en hann nær æsblastinu. Hann fellur maður, brummi samt, þeir gæti verið í klandri hérna. Já, þeir eru tveir eftir. Ok, hann Vision. Törna. Hvað er Titan? Hann er hann að baka við eitthvað. Titan getur jumpað með akkeri sitt. Já. En er ekki að fara inn, þeir vilja bakka frekar, ok. Þeir muna eftir senstu fætum. Samt, gott það, byrju, Herðu, ok, æjæjæj maður. Finna meira. Finna Titan. Þeir eru svolítið að blíta kills eftir tímatana. Já. Það er búin að gerast núna nokkru sinnum. TDR gera vel að punisha að stikka lengi eftir á. Samt Kata killismið þannig fyrsta sinn. Já. Gerði þeir samt ekki það mikið damage á mér. Það er ekkert svo mikið setup fyrir hann. Nei, kannski ekki þarna, en ég held að það verður alveg sterkt ef þeir ná að initiata. Já. Og líka við stáðum hann að Pia, hann fór einn í þess að báða supporta. Já, einmitt. Og var ekki með neina hitju fyrir átt að sig, hann var svolítið bara að elta supportana. Einmitt. Náði að drepa AA, en hann náttúrulega bæbekkaði. Mjög gott start actually hjá óriðinhakkarnum. Já, algjörlega. Gott catch á Gyroin, ná að lokka niður Wartrappan. Já. Arnius er að gera geðveikt mikið fyrir liðið sitt í þessum leik á Seldamann. Já, einmitt, hann að standa sig vel. Allt annað að sjá hann saman í þessum leikum með fyrsta, sko. Já, sjá hvað hann getur gert. En það sem ég vil sjá í næsta fight fyrir óriðinhakkarna er að Pia er með liðinu sínu. Það fer ekkert neitt út að reyna að drepa einhverja supporta, sko. Já, hann verður að passa sig að óriðstenda ekki. Það er mikið punish á hann ef að BKB er hann út. Já, og það núna er hann svolítið core hetja. Hann er komið damage og hann getur bastað niður hetjur. Hann er klálega sterkast að hetjan í leiknum, sko, bara
á meðan með þetta stóra BKB og þú veist, þá hann untouchable í 9 sekundur sko, hvað sem það Já. 8 sekundur núna væntanlega. En Brummi æga góðan leik, hann efstur í Nethor en þá. Í BKB næst, ok, mjög traditional build bara, vill geta fætað, ég kom með kataklysmið, að skeila vel með Midas og Travels. Já. Núna svolítið döði tími. Já. En þeir eru komin með allt í ná... Hann ætlaði í Aghanim. Já, Óriðin er komin með allt bútið sitt. Það væri gott ef þeir geta búið til eitthvað fight. Já. Eins og áðan. Já, með mitt. Gyron væntanlega komið með BKB fyrir næsta fight, en... Já, hann komið með BKB sitt, en hann samt ekkert, þú veist, þessi Gyro alls ekki skeri ennþá. Ef þeir halda áfram að taka fight og drepa hann, þá á hann eftir að eiga alveg frekar erfiða leið inn í þetta late game, sko. Hann svolítið búinn að vera að farma allan leikinn líka, Gyro. Já. Hann hefur verið að deyja í fightunum, þannig að hann hefur ekki náð neinum tímfættan sem hann kemst, fær eitthvað svona gull frá því, já. Túra, sér hundi. Ok, gott kall. Geðveikt global. Hann tekur af sér silensi, en samt ennþá með akkir af sér. Stun eftir stun. Nei, Cromwell fastur. Ok, byrju, hérna kemur kombo. Kataklyssin, Túra eiginlega dauð. Hann líka. Cromwell stúkuló. LeBron að gera damage, Kuti á honum. Hann hleypur svo hratt af. Já, Cromwell dauð. Nei. Cutie. Vá maður, og LeBron mættur inn í leikinn. Akkúrat gerist það sem við vorum að tala að hann vanti í þessum leik. Það fullt af killum og lifur af teamfight. Og nú heldur betur búið að snúast við hérna bætak á hundinum. Tankar ótrúlega mikið að spellum. Basically allt tótið þeirra og þeir ná basically bara counterinni sér þetta með Kataklysm og hérna Æsplastinu. Já, þessi Tornado Kataklysm var alveg þetta sneri teamfightinu. Rústaði teamfightinu fyrir það. Það komið svo mörg sönstrakana á óriðinakkana sko. Já, ég að eiga mjög erfitt uppdráttar, þú veist, hann næri ekki að stikka átlumis Gyroinn bara, hann hleypir í burtu, Susan getur jumpað í burtu, hann þarf basically að fá setup frá liðinu sinu, þarf að vera góða á gætinu sem þeir eru að stanna. Allan hann pluss eina hitju með sér. Allavega þangað til hann fær eitthvað bassir og svoleiðis dót, sko. Þeir lappar inn, byrju, hvað er mikið damage, svona strike. Hann fennir. Þá vel að rúla það. Rúla, byrju, slangar þetta á tja. Leikurinn bara hann að lagga, sko. Hann festist aftur. Ok, nice lang, en það lítið Gyro hérna. Það low, P.I. hann að... Held hann sé, steindauður, já. Beltistýri fellur. Cutie ákveður ekki að hoppa hann inn á Gyroinn, sko. Ég held að það var rétt ákvörðun, sko. Já, hann líka með 80s. Invokerinn bara fyrir aftan að kasta spells, meðan að Gyro og Amber eru fyrir fram að tanka, sko. Já. Invokerinn svona, honum frekar ósvarað í þessum leik, sko. Hann að fá að vera fyrir aftan og bara kasta þessum sterku exort spells. Já. Hann líka orðinn mjög tanki, sko. Hann sleppur að fara í BKB og fer í hérna Octarine-kor. Já, mér finnst allt í lagi út að hann að ná að sitja hann í bakkinu og kasta út spells. Það enginn að contesta hann, basically. Nei, hann þarf ekkert BKB, sko. Já, ef að fætanir fara svona, já. En á sama leiti þá þetta opið fyrir að hérna, þú veist, það optionin fyrir þá að jumpa hann, sko. Ef þeir fá jumpa hann þá ætti hann að vera döður. Já. Ekkert force, ekkert BKB eða Lincolns. Basically bara með 1 defensive item eða 2 defensive. Það þetta Lotus Orb á hundinum og svo hérna BKB hjá Gyro. Supergott item. Já. En við sáum samt að Akkerið sko svolítið counter af því að þó hann Lotus af silensi, ef hann með Akkerið á sér þá hann ekkert að hoppa út. Nei, það? Stoppar hann? Já, Akkerið, ef það kemst á hann þá hann ekkert að hoppa með remnundunum sko. Ok. Það svolítið stórt fyrir hann tæta að ná Akkera Já, eins og gerist hann í senasta veitinum. Það allavega, já, svo velti, ég veit ekki alveg hvað þessi sport hann á TTR eru með þar. Já, Jules og Snakk og svo Binni með Axe allavega, já, hann bara með Axe. Það engin support items. Full damage bara.
og Júls til að, já. Já, það til að setja upp hérna þessi frís. Já, einmitt. Vá. Alltaf verður hann ekki með blink. Nei, einmitt. Það eru að reyna að treyta hérna. Pussa. Nú eru TTR komnir á framfæriðurna hérna. Kitlini bara að falla, bara snúsvöld til því drepur hann. Vá, ok. Já, kombo, þetta komboið. Þetta svo komboðans Hannesar. Já. Það Black Cannon inn í Sunstrike, inn í snúsvöld. Hann ennþá með Aegis-inn, sko. Þetta alveg sama. Þetta stórskotaliðið, sko. Ok, og tætt fellur, wow. Ná að melta tættinn, það rúll í gangi sann. Já, það bara ekki út í það, að drepa Invokerinn, hann getur ekki neitt gert neitt. Drepa, já, ok. Ná, Ember. Þetta fætinn þeirra. LeBron, hleypur inn með BKB. Slang, nei, QT, hann ekki. Ói bara, það ná kætan. Krommen, lill drepa Slang. Hann vill hann. Sér hann vill hann. En búinn hann fá hann, það spurningin. Já, fær hann. Ok, LeBron er 1. Já, með Súst, en hann super low, sko. Já, ok, hann nógu sterkur til að tagna fætt. Portanir að halda hann niðri. Krommel. Vá. Þetta var geggjað. Og þeir notuðu ekki, Ravage. Já, hann var dauður, hennan fætt. Tættin var bara tengin út enn í byrjun, sko. Þetta var rosalega, hvað hann á að bursta þann tætt? Þetta var 4v5, sko. Vel gert í orðinu okkur. Við sáum, sko, ef að Invokerinn kott, þá bara... Já, hann svolítið líkillinn að þessu line-upi. Já, absolutt. Maður sér það sérstaklega núna, sko. Hann með 3.000 á P, en ég meina... P-en samt bara... Kemsar hann í sig, sko. Það að fara í... SNY áhverjast, því að hefði hann haldið verið bara meitsleir. Það bara endalust magic damage þannig í ónilinu. Eða pipe, sko. Ok, hundurinn hérna pusha út lanes bara. Spila hann Ember bara eins og hverja hana strength initiation hetju. Já, þeir náðu samt einu raxi hann á bottom. Já, náðu einu raxi. En þetta, þú veist, ég heldur að jafna talvist stöðuna á úrvinnökurum hann. Já, ég held að þeim sé alveg sama þetta rax líka að komið svo seint inn í leikinn þannig sé. Já, þeir eru komnir, þetta allt annað en fyrstu leiknum þar sem eru búin að missa mjög mikið. Já. Bara mjög snemma. Já. Nú að taka smók og þetta ég líst þú að þetta, þeir eru með allt uppi, þú veist, þetta er gameplanið, þú veist. Sjá hann. Já, sníki var til Arnesi. Betur, hann kemur inn í Invokerinn. Er þið með stendir? Smóki breykað. Oh my god, ok, betur. Leifur Helgi. Finnur Arnes, QT, hann lendur í ult. Það veit ekki bóðið, þeir finna Invokerinn samt. En QT dauður, þeir vantar damage inn á fight. Já, þeir eru splittaði líka. Leifur Helga, Ravage á Sús. Ok, nú þetta bara eitthvað sportbarn hérna. QT og bræðinni berjast, Túra og Cromwell á móti sportunum, finna pollin, ok. Hundurinn hérna, einn á móti, tveir á móti tveimur, ok. Hann samt ferskur þessi beltistýr. Hann þarf samt hjálp á bróðu sínum, halló. Ói, þið náðu að lokka niður maður, jésús. Það svo low titan samt. Þetta var bara endalist lockdown. Já, þetta var ekki besti fætinn. Ef að Pia hefði lífað maður, þetta hefði getið verið svo geggjað fyrir þá. Já, ef Pia hefði allan að þá við síðast og fengið allt þetta XP, þá... Bara 100% sko. Já. Strax hún líka, þú veist, ef hún fætar hjá tætinum, þá fær hún þetta lifesteal, getur haldið sér healthy sko. Já, það var svolítið aftur það sem Pia fór frá, sko, og lendi á ultinu líka. Þeir þurfa að vera svolítið að fókusfæra sumi targetinu hérna sko, þeir eru smá að fara allt allt. Já. Og Pien þarf líka bara, hún getur ekki tankað þess að spila sjálf, hún þarf að Titan og hérna Pangoinn sé að tanka þessi nukes fyrir hana sko. Já. Ég elska að horfa á Slunk farma sko. Hann svo efficient. Hannes búinn að skipta skoðið núna, hann
Hann aðeins byrjar að molna hérna með 2 mætast Pítas hérna slögt á þessum mægnum mínum. Já. Kúti ætlar í sig Tanic. Ég held að það sé ekki máli sko, það fyrir með AA og ég held að Slunk alltaf að fara að ulta umfram fight. Það væri næst fyrir hann að fá bassinin sko, að geta stikkað hans betur þessu targets allavega. Já. Titan náttúrulega búin að kaupa þetta lifesteal fyrir hann og svona sko, þannig að já, ég held að þetta sé ekki itemið sko. Ég allavega ekki að fíla. Það gæti, þú veist, ef hann næri að hoppa á Slunk og drepa hann mjög snemma, þá allt í lagi, þú veist, sure. En ég held að Slunk alltaf að fara að ná að, þú veist, spamma ultpakkan til að ná allan að PA á þennan degi. Þess var að kýtla Kúti hérna á topplinnu. Pango samt skamt undan. Þannig að, já, ég veit ekki með þetta en þér. Já, ég veit að ég myndi vilja þessi bassir, en ég held hann mun alveg ná að nota þetta Titanic nema að hann sé góður fyrst, sko. Þú veist, hann ætti að vera með það mikið space-in í fætunum að Slunk að reyna að ná þessum stóru ultím á, þú veist, Tide og supportana. Þú veist, hann ekki að game þetta eitthvað sérstaklega mikið, sko, þannig að nei, einmitt. Þú veist, ég held að þetta sé ekki að því að fætana þeirra einhvern veginn ekki þannig að Kúti sé að gefa fire á sig til að byrja með, sko. Hann að bíða eftir að fyrstu spilunir fari í gang og hoppar síðan inn vilur sig á targetum pick-upinu. Þannig þetta alveg smá trikki fyrir Slunk að ná einhverju garantít iceblast á hann, sko. En eins og ég segi, þetta snýst alltaf mikið hver fær initiationi. Þeir eru að veiða núna, eru með allt í sinn og gera vel með að reyna að finna einhver kills, einhver opnina. En TTR eru ekki að þarna. Fyrsti leikurinn sem við sjáum að TTR vera að dodgja smá óvinnina, sko. Já, þeir vilja ekki taka fight beint á. Nei, þeim líst ekki að fá þetta alla þessa teamfight-spila í grímuna, sko, skiljanlega. Taka Rósin frekar, ok, þetta er mjög gott fight fyrir það. Já. Og það væri svo gott fyrir fyrir órinnakkan að komast í enn Rósfight, sko, en þeir eru bara svo langt undan. Splittu upp hann rétt fyrir að Rósan öskaði, sko. Hjalti bara í þeim út, sko. Þeir voru ekki alveg með Rósan tímasendinguna á hreyfinguna, en hefðu líklega átt að grúpa sig kringum hann frekar heldur en að fara í lauta fyrir skóginn, sko. Já, ég var að mynda að segja það, sko. Það er splittu rétt fyrir að Rósan öskaði. Já. Þannig að það er svolítið óhæfilegt, sko. Ok, en þetta ætti samt að vera, ég held að þetta sé frekar jafn fætsamt, sko, núna ef að TTR fara að pusha high groundi, sko. Já, bara þessi Aegis á Gyro svo vond, sko. Hann er kominn á stað, hann er með items. Hann er það, en núna ef þeir fara að taka pushið, þá er auðveldara fyrir órinnakna að initiata, sko. Og með bannar. Já, svolítinu, ok, sjá hvar... Nei, við mögum að stoppa tíma, hann er fastur inn í wood! Þú ert að djóka í mér! Hann þarf að... Oh my god! Nei, hvaða play var þetta, maður? What the hell? Wow. Hvernig, what? Wow. Þetta var fáránlegt. Ha? Ég getur ekki verið þeir að hafa verið ready fyrir þetta. Þeir hafa bara séðan á hvað þetta var valuable samt að Pollurinn poppar öltinu sinni þannig til að skáta og sjá bara hvað ætlar hann að gera? Hann er ekki að fara að BKB til að TP, skiljur, það er hann búinn að eyðileggja. Hann á ekki BKB núna. Þetta er mjög rough. Þetta geti hafa unnið hann fight fyrir þá. Ok, núna snýst þetta allt stabilið. Munu Tide góar. Hann er 4 manna Ravage. Býtu nú við, Pollurinn í klandri. Pollurinn að falla. Tide á honum. Pollurinn fellur. Pango rúllið að klárast. Ég búið samt á brumma. Kúti að mætturinn, ó nei, hann lendir á Kúti. Æsblastur. Ó nei. Hann virkar ekki. No buyback. Tide buybackar. Ég náði ekki að gera neitt í þessum fight, maður. Fýll línir í vondum málum. Buyback á Pollinum, eina Kúti. Ok, ég held ekki að þetta er flóndi. Nei, hann næri ekki að besta niður. Núna þeir eru búin að með allt rátt. Já, Gyro er bara að lappa á það, sko.
Það er nú ennþá með eiginni, sko, Þetta búið. Það er ekki wow. Ok, hvílíkt play að nota súsvöldið hana og stoppa típið hjá B. Þetta var game winning play. Bara ekkert smá. Bara ég aldrei sé svona. Þetta var komboið sem Hannes talaði Það er sús og Invoker. Hann er íta hann út. Nú er þetta bara dauða kippinir hjá óliðinökunum. Já. Hefur þetta sökkað maður. Og þurfti BKB-a líka last minute sem hún þurfti ekki að gera. Þetta hefur verið fúll. Maður er bara ekki tilbúin í svona play. Þess að maður býst bara við að geta ég er bara að farma til að þeir koma að basinu mínu og þá típi ég heim. Nei, ekki bara eitthvað súsöldi og Axe til að stoppa típið. Hvað nörda play er það? Bingo, bongo. Það er að drepa. Já, steinfættir mann. Lúki, ætla að gera eitthvað stöf hérna. Hann ætlar að berjast. Búist til að berjast. Já, Gyro með bara slang. Hann júlsar hann. Og þeir festa hann. Já, hann er steinmaður. Þú með sér dæningið. Þetta er ekki. Wow, ok, TTR takir það 2-0 maður. Já. Fylgur leikur sant. Þetta var mjög close hana. Já. Þetta var góður leikur fyrir orðunakana, sko. Já. Þeir sýndu alveg hvað þeir geta þarna í þessum leik. Já, sannlega. Það var bara þetta play í lokin. Þetta súsúl. Já, þetta var mjög röf. Þetta var mjög röf. Voru definitely stöðu til að taka hennar leik, sko, á mörgum tímapunktum, en vantaði kannski aðeins upp á executionið. Já, þetta kemur líka kannski út á experience í leiknum. Náttúrulega TTR er með þannig sé hærra MMR og Já, algjörlega, sko. Það kemur kannski upp á það. Ef þetta hefur verið jafnir leikarar, þá hefði held ég áriðinhakarnir algjörlega tekið þetta. Já. En þannig, það var ekki svo leiðist. Sem replayinn af þessu er við að það kemur, það kemur eiginblast á hann. Þeir sjá hann þannig upprunalega. Já, þannig að þeir vita að hann. Ok, og svo fer stúsaldið og þá sjáur hann, sitta niður nimbusinn á senasta tímabúti. Hann er komin hann í hotn og þá fattar ok, geta hann kemur Cataclysm. Já, Cataclysm og BKB er alveg í lokin. Og með ekkert BKB, ekkert TP, verður að labba heim. Mjög röf. Já. Já, þannig að þetta var sett að upp á slöngunum. Já. Já. Wow. TTR farið aðeins svona smá meira eitthvað skrýtnara line-upinna en óreiðnakanir einmitt. Mjög gaman að þessu, fannst mér. Já, skemmtileg leikur, sko. Já. Þetta er náttúrulega, erum við það hérna í fyrsta reglum. Það er einmitt hérna. Já, mjög jafnt. Já, alveg mjög jafnt, sko. En ég held að þetta sé einmitt, þetta er gott að fara í, þetta er gott svona, þetta er alveg gott strategi bara að, mér finnst þetta drafta velina að pikka sterkt teamfight, pikka hérna gott carry matchup, eins og sást, TTR þurftu svona að dodgea teamfightið þeirra, sko. Já, mjög mikið. Þannig að þetta er gott allavega fallback til að hafa í svona leikjum. Bara vera með solid teamfight, vera með eitthvað sem er þægild að executa fyrir þig. Af því að það koma eitthvað svona nörda plays frá TTR, skilurðu. Akkurat, bara vantaði herslu munna hana. Já, svolítið. En þar hefur við það, þá TTR byrjuð þá í upper bracket og orðinnakanir byrjuð sitt playoffs run í lower. Yes. Kannski svona expected niðurstaðan svo sem, en einhvers síður góða leikir og góð æfing klárlega fyrir orðinnakanir. Já, þeir setti alveg upp fightinn, sko. Já, ég held að þeir geti náðu að rífa sig í gang fyrir sennileikin. Ég held að geti verið alveg ánægð með svona að fara með þetta með þennan leikabakinu inn í playoff, sko, algjörlega. Þeir stóðu sér vel. Mjög vel fannst mér. Alveg bara, eins og segið, þeir sýndu bara hvað þeir gátu gert í þessu leik. Þeir eru alveg frekar sterkir, alveg klárlega. Og lúkaði, mér fannst þeim setna drafti sérstaklega sko meira hentaðin betur svona varandi bara fá hann tætt Pango
Bara svona keep it simple. Þú veist, maður sá líka bara að þetta playstyle sem henda þeim. Það henda þeim að þessi tveir gæjar fara inn og kontróla tímfændinu fyrir QT, sko. Já. Þannig að, já, flotti leikir. Þá fyrir við bara að segja þetta gott héðan úr Rafið-stúdíunni í dag. Við þökkum bara okkar ágætu styrktaraðilum. Oat King, Red Bull, Kia, Elko, Kraftfélum, EHF og takkum liðunum fyrir spil og ykkur árundum fyrir að vera með okkur í dag. Takk þér Breki fyrir að kasta með mér. Já, takk fyrir mig. Við, takk fyrir Snorra líka. Já, takk Snorri fyrir að stóð sér vel, sko. Senda þetta út. Við sjáumst að vikuliðni. Þá verðum við með væntanlega fyrsta leik úr playoffsinu. Búumst við því. Og óskum einnig eftir með að fá eitthvað lið til að spila live. Það alltaf skemmtilegast. Var komið einhver tímasetning fyrir finals? Hvaða dag? Já. Vorum við búin að... Það dagsinn eitthvað því. Já. Það í maí. Ég man ekki alveg nákvæmlega. Ég held sér 11. maí. Já. Það ætti að vera aðgengilegt inn á Discordinu. En já. Við erum að stefna, við erum á hraðferð að finalinu. Það rúmur mánuður eftir mótinu og nú fara hittni í leikum. Þannig að ég hvet allir til að fylgjast vel með. Fylgjast með Discordinu, Facebook, tjúna inn á leikina. Og það með því þá held ég að þökkum bara fyrir okkur í dag. Yes, takk fyrir. Þar til næst. Wait, is he switching lanes? Welcome everyone to the Kia Tilt-Proof Challenge. We're here to see if 4 gamers can stand up to the test. Ramon getting ready for his greatest challenge yet. He's broken. Lost all composure there. Brookie getting ready. Yep. And he's off. Wallop looking composed. 2, 1. And Wallop, that's a tilt already. All good. I'm so nervous. Carmen may be comfortable on the rift, but will she be at home in our tilt-proof challenge? The acceleration really kicking in. I think I already know. You touched the grass. Dios mío de mi vida. Oh, wow. I'm temblando. I'm so happy that I didn't eat before.
Bye.